Já, velkomin á Frelsi TV í djúpköfun 10.10.2016. Það lítur nú að tákna eitthvað. En hér er mættur bróðir í armi. Guðjón Hraunberg. Ég má ekki kalla það meistara lengur, víst. Nei, það er bara, ég verð bara montinn. En ég ætti kannski að byrja þá með smá tilkynningu í framhald af því. Ok. Hér eftir mun ég óska eftir því að fólk kalla mig Axel Hvítakrist. Já. Ertu ekki alveg til í það? Jú, ég er alveg til í að kalla þig hvað sem þú vilt. Sko, málið er það, ef ég myndi kalla mig Jesú Krist, þá myndi ég enda á geðvikarahæli. En ef ég kalla mig Axel Hvítakrist, þá er ég raun bara að segja Axel hinn smurði, sko. Já. Af því að Kristur þýðir hinn smurði. Jú. Og við munum hvernig smörningin lag niður skegg Arons. Nei, það myndi ég ekki eftir. Nei. Ég er svo ryðgar í Biblíunni. Já. En það er Biblían eins og ryðgaður nagli. Já, það er gott að hafa hana online, maður bara fer þangað. Já. Maður man ekkert lengur, maður fer bara online. En táknmyndin af olíu Arons, sagði ekki Aron, hvað sagði hann? Jú, Aron. Já. Skegg Arons. Já, skegg Arons, það er sérst viska, olían er táknmynd visku. Var það Móses að smurða hann? Nei, ég held ekki, ég er ekki viss. Ég hafa bara smurðið til að vera prestur, sko. Já. Og það er tákgrænt, sko, bróðirinn er spámaður og hinn bróðirinn er prestur. Þeir eru algjörlega andstæðir pólar. Já. Þetta er eina skiptið í mannkynssögunni sem við vitum að prestur og spámaður gátu unnið saman. Já. Svo var systir þeirra, hún hét Miriam. Hún var með líka. Já. Systirinn var sko, í einhverjum sögum er sagt frá því, þú veist, það er alveg í Exodus eða í næstu bóku eftir. Og það sem hún er alveg með í eiginlega öllu sem er að gerast allan tímann, sko. Já, ég veit. Og mætti alveg hafa hana meir í huga, sko. Já. Veist, hvaða áhrif hafði hún á það sem var að gerast, sko. Einmitt. Ég sé að þú með samsæriskenninguna að ég ætla að reyna að fá það til að kjósa XT. Já, ég er að stríða þér fyrir að vera gengin á hönd lýðveldinu. Nei, ég fekk nú svo fallegt bónorð, sko. Ég var spurður hvort ég vildi koma á listan til þess að hrista upp í öllu draslinu. Já. Ég verð, já. Ég spurði hvort að ég mætti halda áfram að vera ég og ég væri náttúrulega með sjálfsveldisflokkin, sko. Og það var nú eiginlega bara, já, það er einmitt þess vegna sem við viljum fá þig með í að ég er ekkert í neinu, ég meina, Dögun fær 3,3% náttúrulega, það er búið ákveða það fyrir löngu. Og það dugar nú víst ekki til þess að komast í eitthvað þingsæti. Já. Nei, ég er alveg hrifinn af Dögun, af öllum smáframbúðum þá er ég hrifnastur af Dögun. Hver leiðir listan? Það er hann, vinur minn úr hagsmunasamtökum heimilana, hagsmunasamtökum heilara. Þetta er allt svo heilagt, sko. Það er hann meistari Hólmsteinn að Brekkan. Ok, er Andri hægt? Já, hún er flutt til Skotlands. Ég held hún hefði farið að vinna eitthvað í Frakklandi. Nei, Skotland. Ok, en hvað með karlinn? Fór hann það með henni? Var það? Fór þangað bæði. Hver tók þá við rafhleðslunni? Hvað er það? Hann sá hann, ég bara veit hver hann út af því. Af því að þegar þú ert með í spjörnúmer,
þá hleður raf eintækja bókinni inn á rafhlaðan.is. Já, hann í einhverju svoleiðisvesinni? Hann sá að reka rafhlaðan.is. Já, ok. En hérna, já, það sem sagt. Ég er nefnilega að bíða eftir breytingu og skráningu inn í bókana minna þar. Já, síðast þegar ég breyti skráningu þá leta hann mig bíða í marga mánuði eftir því. Já, ég beði Andru að refsa honum eins og fyrir það. Nei, ég skrifa honum og strýta honum og spurði hvort hann hefði fengið fyrirskipun að láta þetta bíða. Já, einmitt. Út af því að ég væri svo erfiður aktivisti. Já. Já, skammaði mig og breytti þessu strax. Já, það er svona. En ég hérna, ég hef náttúrulega unnið með Hólsteini áður og hérna, ég hef nú ekki unnið beint með Sturla sko og ég hef ekki, og svo hann Pálmi náttúrulega, Einarsson. Pálmi Einars, já. Og hérna, ég hef svo sem ekki unnið beint með honum og svo þarna náttúrulega Ragnar Þór. Já. Ég heyri bara vel látið að Pálma, sko, það margir í mínum hring sem þekkjum, eða kannast það. Já. Hann alveg ljómandi og þessar hugmyndir hans gróðurhús náttúrulega snild. Já. Ég var nú reyndar farin að stað einhvern veginn talaði við orkuveituna hvort það væri hægt að nota umfram orkuna úr strompónu hjá þeim til þess að gera gróðurhús, sko. Sem kemur úr gufuaflsvirkjunum, sko. Já. Þannig ég var svo sem farin að, ég var líka með svipaða hugmynd, sko. Litan hefur náttúrulega tekið því fagnandi. Stálega með hugmynd, bastard. Já, þú gerðir því góð skil í vídeói. Já, og þú veist hvað það þegar maður búin að gera skil í vídeói þá það máli leyst, sko. Já. Það ekki að ræða það neitt meir. Maður búin að vinna heimaðinum. Já. Maður snýr sér öðru. Maður er ekkert að dvelja þarna, sko. Nei. En nú ég komin sem sagt í líka alls konar svona reykfyllt bakherbyggi á Facebookinni, sko. Nú. Einhverjir lokaðir umræðuhópar og... Já, ég tolli bara 10 mínútur inn í þeim sem boðið inn í svona. Já. Fólk hætt að bjóða mér inn í. Það veit að ég fer. Ég fer mínum eigin grúppu. Aktivistin er á svo miklu söðupúti að ég svona rebel. I make a cause to rebel against. Já. Ég fekk hérna spurnir af því hjá honum Kára Kjána að þú var hurðaskelskyni. Hvað það? Þú var afkomandi hurðaskells. Hvað það? Jólasveins. Já, ok, en Letuhaugur Jólasveinn er mjög góð vinur minn. Giljagór líka. Já. Og Stúfur er náttúrulega skemmtilegasta Jólasveinn sem ég hef hitt. En það ekki margir sem vita og fólk fattar ekki hún kvenkyns. Hún tröllastelpa. Já, einmitt. En þú trúir ekki Jólasveinina? Já, það er svona túlkunaratriði. En hvað þú farin að rappa við Genakára? Nei, ekkert að rappa. Ég bara að ljúga. Hljóp Axel á sig. Nei, þetta algjör hvíta lígi, sko. Hvíti Kristur, hvíta lígi. Okay. Nú er ég komið license, sko. Okay. Ég komið dokument upp á það, sko. En í síðasta live sem er besta live sem ég fengi frá þér lengi. Já, hvort liveið var það? Ertu búin að gera fleiri í þau vikunni? Nei, bara þetta, það var lausn á skuldavanda almennings. Ég á eftir að hóra það. The check is in the mail, dude. Já, ok, sæl, góður, ánægður með þig. Já, ég hef greinlega ekki verið að fylgjast nógu með. Nei, herðu, þú fær fallengun, sko. Já, sorry, ég reyði nefnt að passa upp og missi ekki af. Ég reynda bara með ykkur 59 view á það myndband, en þessi kenningum CIA, Pírata-kostningabarátuna, það komið í 355, sé ég. Já. En eru þeir búin að birta þarna vídeo sem þú talaði að þeir var í? Já, ok. Nei, það kemur aldrei. Það kemur aldrei. En svo var
En þú sagðist vera búin að fá upp úr þeim að þeir væru báðir í meklaraklubnum. Já, ef þú Hvernig hlustar fékkstu það? Já, ef þú hlustar á samræður okkar þá heyrur það á milli ljóðanna, sko. Ég hef alltaf verið þeirri trú allan annað er hljótið að vera það. En þú veist, það er bara mín skoðun. Já, þú heyrir að ég spurði það bara beinni útsendingu, eru þið frímúrarar? Ég man eftir að gera það eitthvað tímann í hvað voru eða sumar. Já, og þeir sögðu ekki nei, sko. Já. Svo segir ég, það nú hérna tólsporakerfið og svona leynisamtök og svo fóru, veist, ef þið væri ekki í þessu, þá myndi ég bara segja blátt nei, sko. Frosti var náttúrulega búin að skrifa það, sko, á einhverju vefsíðu, einhverju kommenti annar en ekki. En það er ekkert að marka, meiklaraklúburinn gengur út á að ljúga. Já, þeir reyndar, sko, þeir mega náttúrulega ekki segja já, þá eru búin að brjóta regluna, sko. Já, svo er það, sko. Þannig að þeir eru búin að játa eins mikið og djöfladýrkendur geta játað, sko. Já, ég man eftir þessu þegar þú varst að spyrja á því, ég var mjög ánægður með þann þátt, sko. Það eru einu harmagetum þættirnir sín en að hlusta og með miklum harmkvælum. Jú. Með fullri virðingu fyrir strákum, ég þekki á ekki neitt, sko. En það er baráttan ekki við fólk að holda blóði. Já, bara mér finnst þessi þættir ekki vera eitthvað sem ég var á hafa. Nei, mitt. En ég sé að þú búin að vera að vinna fullt af góðu staffi líka. Takk fyrir það. En það eitt sem að mér langar að ræða í kvöld. Þannig kannski ástæða fyrir ég er búin að vera ít á því að koma í djúpgóðun. Já, þú búin að vera ferlega frekur. Já, það er eitt mál sem við verðum að ræða. Það er þetta allavega eitt, það eru fleiri. Ég er líka farin að vinna þess hérna í barnaránsmálinu. Ég er að senda tölvupósta í allar áttir og spurja og vera með þessin. En það sem ég ætlaði að fjalla við þig er þarna sem við höfum aðeins rætt áður, sko, þessar kosningar núna. Það er eitthvað mjög vafasamt í gangi með það. Sko. Heldur betur. Og ég er að velta fyrir mér, nú er ég ekki lengur að velta fyrir mér hvort meira áttar að valda framsal sé í spilunum, heldur hvert. Já, þannig erum við alveg spot on samanlega. Og þú veist að ég er búin að vera lengi að velta þessu fyrir mér. Já. Ég sé ekki í gegnum þókuna, hún er svolítið þykk. En það er náttúrulega komin hérna mál eins og, sko, þá byrjar maður náttúrulega bara að debunka, sko, hver vill ráða Íslandu, eða veist, hvað er markmiðið, sko? Það er svo erfitt að sjá það vegna sem maður veit ekkert hverju lagði í fjölmiðlum. Ég er náttúrulega veit upp mig sökina. Ég er ekki að standa mig í stykkinu að fylgjast með fjölmiðlum dagstaglega. Ég er bara að fylgjast með ef einhver póstar einhver áhugaverður, sko. En það breytir akkurat engu, sko. Já, bara þú veist, ég bara er ekki að standa mig, ég nefnir bara upp á, þú veist, maður tengir miklu betur punkta ef maður er að fylgjast með, sko, eins og ef maður er á skíðum niður brekkuna, sko. Já, sko, það er hernaðarstarfsemi á miðhálendinu núna. Það er búið að setja lokun á Kötlusvæðið og það er öll umferð bönnuð. Þannig að það er herstarfsemi í gangi. Það er búið að setja þessi þjóðaröryggis lög. Þannig að menn geta túlka bara hvað sem er. Já. Bara forsætisráðherra og fólki í kringum hans er komið með alræðisvald á landinu. Og Birgitta kaus það. Þú spurðir að því í live-inu, hún kaus það, já. Hún var búin að kjósa það strax í vor. Ég gerði vídeó það samdögurs. Já, það er ljóst að Birgitta vinnur beint undir CIA, sko. Eða hvort ég postaði bara á Face-inu, ég man það ekki. Já. Ég er hættur að pæli því hvort að ég hendi bara hlutunum á Face-ið eða á vídeo. Það dugar með stundum að ég er búin að, eins og þegar Panama-skjölin komu, ég held að meiri hlutir af því sem ég var að pæla þá að ég bara tekið skjámyndir og hendi á Face-ið, sko. Já, einmitt. En ég sá eftir og hafi ekki gert vídeo skjámyndirnar. Ég tók einhverjar þeirra fyrir í vídeo, heldur. En sko, það er náttúrulega það sem hefur verið að pirra elítuna svo mikið, er að það er alltaf verið að vesenast eitthvað í þeim, akkur mega þeir ekki bara taka Landsvirkjun, hvaða nöldur eru þetta yfir því? Við erum búin að gefa hérna börnunum okkar allar orkuveitur landsins, hvaða nöldur eru alltaf yfir því? Já. Og þessir árans öryrkjar vilja alltaf fá fullt af peningum og ég meina við þurfum að fara að
við þurfum að fara að körla þann hóp, svolítið, sko. Nú verið að tala um að fara að hækka launin hjá þeim. Já, ég meina, þú veist, það verið að tala um það, ég meina. Það verður, sko, í þeim lögum verður þá skilyrði alls konar til þess að fá þessar bætur þarf að taka bóluefni og þetta, veist, þannig að það er hluti af curling pakkanum. Já. Og þannig að spurningin er eiginlega hvaða valdaframsal fer fram í þessum kosningum og hvert fer það? Ég veit það ekki. Það er fjandi erfitt að sjá það. Ja, þessi frumvörð sem hafa verið samþykkt núna eins og Parísarsáttmálinn og þetta eru valdaframsöl, sko. Og þessi þessi Parísarsáttmáli, þessi loftslagsbreytingasáttmáli ákveðin tegund af stjórnarskrá sáttmála, sko. Og það enginn að taka hann alvarlega nema mainstream-fjölmiðlar. Það er ég man ekki hvort það var Corbett Report eða hver það var að tala um að þessi ákvörðun í þessum Parísarsáttmála hefði verið í rauninni einskis virði, sko. Nei, og var þá hann var eitthvað, nei, ég hef ekki kynnt mér þetta, ég hef ekkert farið onni í þetta, en hann var eitthvað að bera þetta saman við Kyoto-sáttmálinn og segja, sko, samanborið bæði við Kaupmannahafnar ákvörðunina og Kyoto-bókunina, þá væri þessi Parísarsáttmáli frekar lágkúrulegur og hallarslegur. Þeir eru að tala um það að reyna að lækka, sko, meðalhitastigið 1,5 gráðu. Já, þú ert way off, sko. Þetta er það sem þeir kallaði Earth Charter. Já, vísindin eru algjört aukaatriði í þessu, sko. Já, það er löngu ljóst. Það er bara ég veit svo mikið, sko. Nei, ég hef ekkert verið að setja mig inn í þessa Parísarbóku. Nei, og þannig er náttúrulega páinn mikið á bakvið, sko. Sko, við erum að sjá ofboðslega furðulega hluti í tengslu við páfann. Páfinn er búinn að vera að hafa sér rosalega furðulega undanfarið ár. Hann er að tala um lágmarkslaun, hann er að tala um jafnrétti kynjanna, hann er að tala um mengun. Hann er að hafa sér allt öðru sem páfi hafa sér. Og maður er að sjá svo... Þetta sýnar að mynda þessu. Þetta er þessi Earth Charter, sko. Já. Og hann var samþykktur á Alþingi með þessum Parísarsáttmála. Það er þetta sem þeir voru að samþykkja, sko. Já, ég bara, þú veist, ég kemur fjallina. Ég hef ekki sett mig inn í það mál. Ég er að grúska á hverjum degi, en ég er ekki að grúska lengur í daglegum fréttum. Í pólitíkinni. Þetta náttúrulega gamla fréttir, sko. Þetta er búið að vera langan tíma. Já, bara frá áramótum. Þú veist það, þú veist. Ég postaði í dag til dæmis að það væri búið að fella Burkini bannið og gildi í Fraklandi. Já. Bara tilviljun, sko. Já. Það var gert í lok ágúst, en það er svolítið merkilegt í rauninni. Hæstiréttur Fraklands er búin að fella Burkini bannið og gildi. Bara 6 vikum eftir að það er sett á. Já. Sem þýðir að það var fyrirsjáanlegt að það yrði fellt og gildi. Svo hvaða trial run voru þeir að gera? Fyrirgeðu, segðu aftur. Svo hvaða trial run var Burkini bannið? Hérna á Íslandi eða? Nei, í Fraklandi. Já, en sko þetta er svona svolítið fyrir mér bara þetta almenna nöldur í fjölmiðlum, sko. Þetta er bara distractions. Já. Ekkert af þessu er að gerast, ekkert af þessu, sko, ekkert af þessu skiptir í rauninu máli, sko. Það er þetta sem þau verið að gera, sko. Allt hitt eru bara distractions, sko. Eða svona til þess að fá fólk til þess að horfa þarna meðan allt hitt er sett í. Já, ég tek alveg undir það. Ég meni, ég gerði vídeo um þetta sjálfur. Þú veist, ég gerði vídeo um þessi stelpa sem var sett, en það var, sko, það var þarna stelpa látin klæða sig úr Burkini niður á strönd. Já, ég veit. Þú veist, ég gerði vídeo um það, þú veist, bara með því að horfa smástund á þessu myndir og sá maður að þetta var algjörlega stillt upp. Þetta var ekkert múslimakona. Þetta var kræsisagt. Þetta var leikari bara.
og þetta var allt uppstilling og fólki á ströndinni sem klappaði, þetta voru kræsaktorar, allt saman, þetta var algjörlega uppstilt. Það var bara eins og... En pældi í svona fígúrum eins og Harmageddonum okkar, þær ég fjallaði þetta áður, akkur hoppa þeir ekki á þetta, sem þykjast vera svo mikið á móti trúarbrögðum, sko. Vegna þess að þeim drullu saman. Já, þú veist, það er yfir, þú veist, það er óbúslega áberandi með fólki í þessum húmanistarheimum. Þá loksins að ég komi með réttu hugtæki til að lýsa samtímann. Já, þú ert spot on með það. Að þú veist, eftir ég datt niður á þetta hugtæk, það segir svo mikið og það hjúpar svo margt. Það er svo góður hattur yfir svo margt, en ég tek sífellt meira eftir því að sko, það sem aðgreinir mennis okkur frá þessu meginströmsfólki eða húmanista söfnuðum, fólkinu í húmanista söfnuðum, eða inn í húmanista söfnuðum þá skiptir ekkert neinu máli. Þar eru engin gildi sem er einhver meira virði en það sem snýr að einhverjum girndum þínum hverju sinni og girndir þínar getur rationalerað eins og þér sýnist, eins og hann benti á hann Williamson biskup sem kom mér hann á sporið. The humanism is the glorification of the mind. Já. Eitthvað svoleiðis. Það virkilega ýtti við mér, sko, þegar hann kom með þetta, snillingur sem fellin er. En þetta er mjög alvarlegt mál, sko, eins og við munum þegar við vorum að fjalla stjórnarskrána á sínum tíma og vorum að svona snuffa í kringu það mál, að þá virtust menn ekki einu svona átta sig á því að þeir væru að samþykkja eitthvað stjórnarskrá. Þetta var svona einhvern veginn bara, og auglýsingar sem sýndu hvar menn áttu að exa við og allt svona blekkingaformið, sko. Já. Og fólk gengur nú til kosninga og sko það búið að samþykkja þennan sáttmála á þingi. Það búið að samþykkja þjóðaröryggisráð, það er hernaðaruppbygging á miðhálendinu og fólk alltaf meira og meira kommenta á mig bara, ég sá bara hertrugg á hermenn út allt, sko. Já, það er yfirstandandi æfingar núna. Það er eitthvað þotur á landinu sem ég veit ekki hverjar eru. Ég held að bandarísku þoturnar væru farnar. Þannig að það er ljóst að sko í kosningunum þá strax eftir kosningarnar þá mun fólk átta sig á því að það er búið að leggja niður íslenska þjóðríkið og íslensku ríkisstjórn eða íslenska stjórnarskrána og þú ert komin undir the Earth Charter. Já, þetta getur líka tengst, við erum búin að vera að fjalla the World Heritage Sites og hálendið. Já. Ég meina, þú veist, hvað tengjum til þess, nú, ég bara að tengja 2 punkta á flugi núna, allt í einu að því ég er búin að vera að pæla í þessu síðan í vor, ég er búin að tala oft um þetta. Og ég er alltaf búin að vera að tala oft um þetta því ég var að vona að fleiri myndu sjá hvað þetta er stórt, sko. Og það myndi komast einhver umræða í gangi kringum okkur. Þess vegna er mikilvægt að sko ræða þetta og reyna að koma þessu til sem flestra og að fólk skrifi þá með fyrirvara á kjörseðilinn að þetta sé atkvæði til Alþingis en ekki valdaframsal þjóðarinnar á neinn hátt. Já. Eða að fólk birti það opinberlega á Facebook eða eitthvað annars staðar, eða verði gerð svona einhver söfnun þar sem fólk skrifar undir, hvað heita nú allar þessar vefsíður sem þú skrifar undir, sko, bara elektrónist. Já. Og þar safnist þá kannski einhver þessi 80 eða 100.000 mann sem segja að í því atkvæði mínu til alþingiskosninga felst ekki niðurlögn á Íslandi, sko. Sko, já, fólk skilur ekki svona hugsun. En svona mín persónulega skoðun, og ég veit að enginn verður sammála henni nema vondutýpurinn, að það besta sem fólk getur gert er að gera einn risastóran kross yfir allan kjörseðilinn, bara stróka hann út, einu risastóran krossi, skrifa þvert yfir þjóðveldi og taka mynd af því og birta það á Facebooku. Það er besti aktivismin sem fólk getur gert í dag.
Já, en sko, atkvæði lýðsins ekki einu svona talin, sko. Nei, þú veist, þetta hefur ekkert með það að gera. Nei, þess, sko, þegar að vera að tala um þjóðaratkvæðagreiðslun og þjóðaviljan, þá vera að tala um elítuna, sko. Já, ég alveg sammála þér. Fólk skilur það ekki. Fólk skilur þetta ekki. Fólk svo algjörlega blind. Sko, þú veist, það sem ég að tala um hér að nota atkvæðisrétt á virkan hátt. Fólk skilur það heldur ekki. Leið og þú gengur inn í kjörklefa og gerir þetta, yfirstrikar allan kjörseðilinn, skrifar þvert yfir hann, þú veist, þjóðveldi. Þú veist, ég ekkert að segja að fólk gangi þar með yfir í þjóðveldi, sko. Ég ekkert að segja að fólk sé þar með á því bara, veistu hvað margir sem segja, heyrðu þjóðveldi þitt guða, þú veist. Fólk svo heimast. Sorry. Þú veist, ég á ekki þjóðveldi, ég bara endurreisti það. Gamla og góða þjóðveldi okkar, en ok, ég ætla ekki að út það. Þess að ég gerði þetta sjálfur í kosningunum 2013. Ég fór inn, og vídeóið á YouTube-inu mínu. Þú veist, alþingiskosningar 2013. Þar sem að ég tók upp á vídeó, bara það sést illa því ég hélt símanum og ég var svolítið nervus, en ég strikaði yfir, ég skrifaði svo þvert yfir og þar með var ég búinn að kjósa þjóðveldið. Ég var búinn að segja ég kýs eitthvað annað en það sem í boði. Og já, þetta reyndar stendst ekki, sko, það svo mikilvægt til þess að skilja hvað í gangi, að skilja hvernig þessir keksrugluðu aðilar hugsa, sko. Þeir hugsa þannig, bara með að mæta... Nei, þú ert algjörlega miskilja þetta, en halda á það. Já, sko, það sem að þeir að segja að, sko, þeir líta þannig á, bara með að koma á kjörstað, ertu búin að samþykkja veldið, sko. Já, ég veit það. Ég veit það. En það líka út af fyrir dáleiðslu að fólk trúir því að aukt atkvæði sé ónotað atkvæði, því fólk svo feimst, það skilur ekki hvað í gangi. En það sko, í stjórnarskrá þjóðveldis sérstaklega tekið fram, þannig að það margt í stjórnarskrá þjóðveldis sem settar inn til þess að benda fólki á ákveðnar hugvillur sem við höfum verið heilaþvegin með. Það ákvæði í stjórnarskrá þjóðveldis sem segir að ef 60% kjósenda á héraðsþingi eða til Alþingis, allsherjarþings, ef 60% kjósenda skila auðu eða ógildum seðli eða mæta ekki, eitthvað af þessu þrennu samanlagt, þá kosningin ógild. Já, en ég held að þetta... Já, en. Ég ekki beðið að vera sammála mér, ég að útskýra hugtak sem fólk skilur ekki. Ég þegar vonum að fólk skilja hvað ég að tala um. Ég ekki að biðja fólk að vera sammála mér, vegna þess að það nánast útilokað að vera sammála mér. Ég ekki einu sem sammála sjálfum mér heila hálfu dagana. En að skilja merkingu hugtaka svo fólk geti farið að hugsa hvað lýðræði Ok, sorry. Já, en lýðræði blekking, sko. Og það sem þeir að gera, það svolítið mikilvægt að skilja hvað þeir að gera, sko. Halló? Sorry. Já, það stoppaði kannan. En það sem að málið það sem að gerast núna með þessum Earth Charter nákvæmlega sama og að gert með Unam Sanctam. Já, ég skil það, en fólk skilur það ekki. En þetta ógilt. Þetta ógilt. Já, ég einmitt að fara að tala þann punkt, sko. Að hérna tvíkrónan, sko. Og síðan í restina var það 3 króna. En þeir bjuggu til document authority, eins og þú búin að vera að gera mjög góð skil. Og það var allt haf, allt land og allar sálir. Það var þessi 3 króna sem að þeir bara bjuggu til, þessar 3 krónur sjáðu. Já, og þeir gerðu það nákvæmlega eins og þeir að gera hér. Hérna verið að gera Unam Sanctum aftur, sko. Já, þetta bara sáttmálsverkin. Já, og þess vegna svo mikilvægt að, sko, því að hann Santos vinur okkar hefur fjallað svolítið þetta.
þótt hann hafi stundum farið út af laginu, en hann allavega með ágætis punkta í þessu. Samt og sér snillingur, þó ég sé ekki fílan, sko. Já, og það sem hann var að tala að sko, hérna tekur bara Pope Benefice og hann bara gerir þetta og og málið að þeir líta þannig á meðan að þessu ekki sérstaklega mótmælt að þá þetta bara gilt. Já. Og þessna ég að skoða þessi þjóðaröryggislög í samhengi og ef við förum aftur yfir í Rómaveldið að þar eru þessar FEMA-camps og allt það reddi, sko. Og svo erum við alltaf með Guantanamo og alls konar svona dæmi, að það sko, það sem að mun síðan bara koma til Ísland rannsóknarrétturinn, sko. Já. Það það sem verður undirbúa. Já, ég veit það. Og þessna þarf sérstaklega að mótmæla þessu. Þú veist, það þarf að vera rétt móteitur. Það alveg rétt. Það alveg rétt. Það virkar ekki með þeim aðferðum sem fólki hefur verið kennt að beita. Það eru aðferðir sem elitan á. Já, ég meina það voðalega erfitt að gera mikil mótmæli með að vera bundin með hendurna fyrir aftan bak og upp í rjáður, sko. Við skulum setja þetta upp í mjög einfaldri myndlíkingu. Nú koma lög og segja, það bara einn ís í boði, MS-ís. Og hann bara með vaniljubragði og lakrísbragði. Nú stormar 20.000 manns niður á Austurvöll, mótmæla og segja, við viljum fá ís með jarðarberjabragði. Og svo, en í rauninni, sko, segja við það ekki. Þau koma bara mótmæla og segja, við viljum ekki lakrísís eða vaniljuís. Þau fatt ekki að segja, við viljum jarðarberjaís. Vendar, þannig sturlinn í dag. Innprentunin svo algjör. En ok, nú koma 20.000 manns niður á Sauðavöll, Austurvöll. Svo ég varð að segja þetta. Og mótmæla og segja, við viljum ekki láta segja okkur hvað ís við viljum. Svo daginn eftir fara allir heim og fá sér vaniljuís. Slík elitan hlægir að svoleiðis pakki. Já. Hvað eru margir Íslendingar? Hvað eru margir nútíma Íslendingar sem trúa því að mótmælin í apríl hafa orðið til þess að það eru kosningar í dag? Hvað heldur þú séu margir sem trúa því? Hvað heldur þú að séu margir sem trúa því að mótmælin á Austurvelli í apríl síðastliðnum hafi verið ástæðan fyrir því að boðið var til kosningar núna í október? Það eru 99,9999% þjóðarinnar, þá þú kemur inn í 2, það ég og þú. Fyrst ætluðu allir í skoðanakönnunum að kjósa hana forsetaðana sem ég man ekki hvað heitir, piparkökudrenginn. Já. Svo eftir stanslausan áróður í Sturla og fylgjendum Sturla í nokkra vikur, þá sagði fólk, nei, það kannski verið heila að fá mig til þess að kjósa piparkökudrenginn, svo ég ætla að kjósa Höllu Læðu. Já, einmitt. En málið sko þessi mynd sem ég á setti mér þessi á harðadiskinn því að hún svo táknræn. Hún svo ári táknræn. Ég þarf að sýna allan skjáinu Ég í vandræðum með að stikla mér upp. Sunna líka og löpum á hún. Já, einmitt. Litli prinsinn okkar bara sefur og sefur, engin vandamál með hann. Er hún komin heim? Já, við fórum bara heim. Ég meina, við hlupum bara heim með barnið, sko, til þess að sleppa við alls konar sprautur sem var búið bara að læna upp og alls konar vesen, sko. Og ég vona bara að kom ekki lögregla hérna og bösti niður hurðin og taki öll börnin, sko. En hérna sko, þessi mynd alveg ótrúlega táknræn. Já, mér svona aðeins. Svo sérðu hérna dokumentara og hérna dokumentarar. Og hérna alls konar svona græjur, sjáðu. Já, en ég var bara að hugsa í dag og þess að ég hlæja, sko, bara þetta tvennt sem við erum byrjaðir að hamra á núna, sem skjalavaldið og innprentunin sem að kallast menntun, ríkisinnprentunin. Já. Bara það að vera loksins-konur með rétt að orða lýsing á þessu, þetta á eftir að velta stórum steini. Já, absolutt. En það tekur tíma.
Já, en það sko, ef að við sjáum hérna í staðan fyrir þessa myndalegu konu, okkur sjálfa, þannig ekki sannlega ekki eins falleg mynd, sko, að hérna, þú veist, hvað hangi maður lengi þarna og rökræður, sko. Mhm. Það ég var bara að pæla í ykkur dónalegum. Áttaðum á því. Er ég svona gegnsætt? Það ekki allir. En hérna, þetta er náttúrulega skelfilega pyntingar, sko. Og við vitum að íslenska valdstjórnin er segum pyntingar. Það virðist enginn hafa nýra á að gera því. Nei. Já, þó, ég meina, þú veist, ég var skrapp í sund í dag, ég var bara í búningsklefanum að þurrka mér, þá var einhver kall þarna sem var á leiðinni í sturtu og ég heyr hann kallar á einhvern annan kall sem hann þekkti þarna og þeir eru eitthvað að tala um landhelgisgæsluna og þessar heræfingar og ég segi já, þeir eru að tala um þetta stríðsklæpa hyski. Þeir voru alveg sammála því, þetta var allt saman stríðsklæpa hyski og landhelgisgæsla með þetta. Fólk ekkert svo vitlaust, sko. Í pottunum þá var ég í góða stund að tala við einhverja eldri konu sem fyrirverandi hjúka, komin á eftirlaun. Og þú veist, hún vildi endilega sko grúska í alls konar forneskju, bæði íslenskri og erlendri og svona dóti. Þú veist, þetta fullt af fólki, bara einhver kettling í sundlögunum, bara endilega grúska sem mest. Var með fullt af góðum heimspekilegum spurningum og vangaveltum, sko. Já. Og ég notaði náttúrulega tækifærið, ég var að tala við hjúku og sagði henni frá bjúknum sem ég fæ stundum og hún sagði mér að ég þyrfti að detoxa út af nýrunum. Já. Þú veist, fólk sko, Hitler sagði þetta, hann sagði fólk ekki heims, það líðurinn sem heims, sko. Já, en sko, það var líka sama á tímum kaþólsku kirkjunum, en þetta Jónum Santum endist í 600-700 ár, sko. Fólk var ekkert að hugsa þetta, en það er þessuna sem ég, sko var að tala um áðan, að fólk sér ekki að nein abstrakt gildi skipti máli, að sé eitthvað sem þess virði að standa með eða falla með. Þú veist, ég stundum til dæmis ásakaður fyrir að taka minn eigin málstaf of hátíðlega og bókstaflega. En ástæðan svo að ég átta mig á því að þú breytir engu nema þú standir alveg gallharður með afstöðinni. Þetta er það sem ég ofta gagnrýni að fólk skilur ekki muninn á skoðun og afstöðu. Og þetta er ekki af því fólk heims, þetta er af því fólk ekki að hugsa út í það. En svo gerist eitthvað, ég meina, ég var sjálfur stjarfdálettur fáviti. Núna ég bara fáviti. Þú veist, maður sjálfur, sko, þú veist, eins og þú varst að tala með Harmageddon-strákana, sko, þú veist, maður heyrir stundum sjálfan sig eins og maður var þegar maður hlustar á það. Þú veist, þeir sem trúa hinni viðurkenndu heimsmynd. Já. Og trúa á þetta sem heitir ég gleymi alltaf hugtakinu, Ayn Rand talaði rosalega mikið um þetta. Þú veist, að trúa á það góða í öðrum. Hún sá það sem veikleika þá. Já, hún sagði já, algjörlega, hún hataði þetta hugtak. Ég man ekki alveg hvað það heitir á einsku. Þegar þú sérð fyrir þeirra yfirvöld og kirkjudeildir og trúarhópar og stjórnmálahópar og alls konar fólk svona þegar það hafi, þú veist, að ætlunin sé góð en þó mörg mistök séu gerð. Ég segi nei, en ég trúi þessu einu sinni. Þú segir bara nei, ætlunin ill, hún eigingjörn, hún fölsk. Þú ert sekur þar til þú getur sannað annað. Þetta er náttúrulega frábæra málsvörn fyrir alls konar mafíur og götugengi. Já, þetta var bara svona rauða mistökum, sko. Já. En sjáðu hérna er þessi kóróna. Já. Sem að í 600-700 ár var undirstaða pyntingarveldis páfa. Já, í þessu formi, nú bara formið eitthvað annað.
Já, það er þetta sem ég var að sýna þér áðan, sko. Já. Þess vegna er gott fyrir fólk að reyna að setja sig inn í það síðan við þegar erum að tala heimsmyndina sjö engla. Þarna erum við að tala heimsmynd kristjanisman. Núna búum við í heimsmynd húmanisman. Þetta er allt 7 bræður. Og þegar við horfum á hvernig þeir vinna, þá eru þeir allir með sama mynstur. Þú veist, í kristninni þá er trúað á Mithras, í húmanismanum er trúað á the human reasoning eða þú veist, hinn mennsku rök og hinn góða í manninum. Já. Þú veist, í Íslam er trúað á hadith og spámálinn. Í júdaisma er trúað á 613 reglur samhetrinsins og ég veit svo sem ekki hvað búddismin eða nirvana fólki trúar á, það trúar alltaf á nirvanað, endurhólkuna nirvanað. Þú veist að hinn ópersónulega alheim, það sem allt streymi til góðs á endanum eftir einhverja skiljur. En þú veist, svona mætti áfram telja, sko. Þú veist, hver veit getur skilið þetta á sinn hátt. En eftir ég fattaði skilabúin til til engla safnaðana 7 í Asíu, í Opinberunarbókinni, þegar ég skildi þetta mynstur, þá opnaðist fyrir mér alveg nýju heimsmynd. Og þegar þetta opnaðist, þá sagði ég bara, en hvað þetta er merkilegt að fólk er búið að vera að lesa þennan texta í 2000 ár og ekki fara að skilja hann. Þetta er hulið. Já, en það er eins og mannstu ég var að segja við þig þegar ég eins og ég vann skuldabréfamál, sko, þá allt í einu fattaði ég mátt skjalsinn, sko. Já. Ef þú ert að vinna með skuldabréf, skiptir henni engu máli hver aðdragandi viðskiptuna var, allt sem er inn á skuldabréfunu gildir. Já. Ekkert annað skiptir máli. Enginn, hann seldi mér ónýtan bíl eða þetta var svona hins, það er bara skuldabréf sem gildir. Já. Þannig ef það er hinn minnsti formgalli í skuldabréfinu, þá er það ónýtt, sko. Já. Og hann getur verið svo smávægilegur að það er alveg ótrúlegt, sko. Og ég hef einmitt verið að reyna að benda á þetta undanfarið í mínum eigin vídeó, bara með öðrum dæmum. Já, og þess vegna er, sko, eins og þú veist að kennt í kristnifræðinni, þá er margir sem þá er bent á það að Jesús svarar alltaf með vessum úr Biblíunni. Já. Hann svarar, sko, fræðimenn og farisear, það er djöfullinn, sko. Þegar verið að tala djöfullinn, þá er verið að tala fræðimenn og farisea. Þetta sem að þú kalla núna veldi, eða humanisman, sko. Já, vegna þess að ég sé þetta sem 7 meginstrauma. Það er ekki 1 meginstraumur, þeir eru 7 og hver meginstraumur byggist á ideológíu. Humanismi er ideológía, kristjanismi er ideológía. Hugmyndafræði. Og hugmyndafræði er alltaf dogmatísk þegar búið að skrifa hana niður. Já, og sá sem að Jesú kritiseraði mest ef við getum sagt bara Kristur, gagnrýndi mest, það voru fræðimenn og farisear og ekki var nú að vanda þeim kveðjurnar, sko. Hvernig listar þið sýnið fólki hvar guðsíkið er en meinið því að komast þangað? Já, og þið étið upp bú eknanna, var það ekki, eitthvað svoleiðis? Já, var það ekki, eitthvað þar? Ég deildi þessu nú hérna á vegginn hjá mér. Ég setti bara kaflan, sko. Það var ekki þetta að skipta þessu neitt, sko. En í öllu þessu samhengi, sko, þá er ég alveg, ef ég kem aftur að þessu sem er strákana, að þeir eru minnst, sko, þó ég sé ekki hrifinn af útvarpsþættinum þeirra, þá sé ég alveg hvaðan þeir eru að koma. Og ég sé nefnilega hvernig þessi 2 strákar eru svolítið, þetta eru sem útvarpsmenn eru þeir snillingar, sko. Það eru svona 2 gaurar að tjatta eins og við, nema þeir fá greitt fyrir það, þannig að eitthvað eru þeir nú klárar í heldur við. Já, þeir kunna að gera þetta þannig að fólk nennir hlusta á það, hafi gaman á að hlusta og vilji hlusta á það og þeir geta haldið flugi tímunum saman dag eftir dag, sko. Og þeir eru búin að vera að gera þetta í hvað, 15-20 ár?
Já. Þannig að, veist, já, ok, bara gott mál, en ég sé samnefnarann, sko, ég sé hlustendahópinn þeirra. Þennan stóru, þessi þúsundir manna sem að hlusta á þennan þátt af því það finnur samkennd með þeirri heimsmynd sem þarna er lýst. Það sem ekkert skiptir máli, annað en þinn einkahagur og þitt eigið svona instant gratification fyrir það. En svo náttúrulega annar snillingur sem hefur náð að lifa á þessu og það er að Markus. Markus er náttúrulega ofursnillingur, sko. Já. Hann er miklu dýpri, hann er miklu dýpri heldur en þeir, sko. Já, og Markus er flókinn. En Harmageddon halda það sjálfar að þeir séu rosalega djúpir og klárir, sko. Sko, í sínum hlustendahóp eru þeir þá. Ég fatt að mána síður mér þessum Frosti, sko, hann vinnur góða heimavinnu, hann veit ýmsa hluti, ég meina, við svo bara einhverju viðtali við þig, þá, þú veist, hvað eru margir sem vita til þess að Bandaríkin fór í Berber Wars á árunum 1804-6. Fóru tvisvarsinnum í stríð við Alsír og Líbíu, þú veist, hvað eru margir sem vita? Veistu hvernig Illuminati var stofnað, formulega? Nei, var ekki 1600 eitthvað? 1776. Var það þá? Veistu hvaða dag? Nei, vá. 1. maí. En gaman. Hvað gerist alltaf 1. maí aftur? Internationalin. Nákvæmlega. En veistu hvað 1. maí var fyrst haldið upp á sem að flýta úr verkamannum? Var það í Rússlandi eða? Það var í Bandaríkjunum. Veistu hvað ríki heims er búið að afneita þessum degi? Norður-Kórea eða? Bandaríkin. Nú. Já. En nei, það sé á vera, ég hef gaman að strákunum hvað þetta var, þannig að þú veist, þeir minna mig á hvernig mjög stór hluti af landsmönnum hugsar. Ekki. Þú veist, dinglumdanglið af sko one-linerum og fyrirsögnum og því sem sumir kalla soundbites og Carl Sagan kallaði information bits. Það reynda var svolítið merkilegt í dag, ég var nú að hlusta á hann, Erpur var í þættinum í dag og hann var að segja sko að þeir greinlega hlusta á okkur, sælistrákar, við erum að fara að koma upp úr skápnum með það, þið horfum á Frelsi TV. Nei, þeim er ekki boðið. Þeir skilja ekki hvað við erum að tala um. En hann var að segja þeir eru eins og maður sem horfir á andlitið sitt í spegli og leið og hann lítur frá speglinum bara búin að gleyma hvað hann sá í speglinum. Já, þeir oft hins vegar eru með sko yfirborðið. Maður heyrir að þeir eru ekki minna dýft í hlutunum. Þeir náttúrulega eru bara mýma það sem þeir heyra annars staðar. En það sem Erpur var að segja, reyndar ekki að mikil dýft, en svona hann virðist hafa heyrt þetta eitthvað starf á hana. Erpur, maðurinn sem að vildi berja gamlan mann á því gamli maðurinn hafði ekki mikið álita svertingum. Maðurinn sem trúði því að ef einhver annar er á annarri heimsmynd en þú, þá má bara berja hann. Friðelskandi humanistinn. Andofbildis maðurinn. Förum ekki að taka fortíð hans, eða? En allavega, það sem hann var að segja í dag, burt sér frá því hvað hann hefur gert áður, þá var hann að segja einmitt að 1776 þegar stjórnarskráin var stofnuð, þá voru það bara aðalsmenn. Það var ekki stjórnarskráin, það var sjálfstæðisyfirlýsingin. Já, það var ekki... Stjórnarskráin kom 10 ára seinna. Já, það sá gjörningur átt ekkert við almenning, heldur bara við elituna, sko. Já, en gaman hjá honum. Ég meina, ég og þú erum búin að vera að tala um þetta í mörg ár. Já, en það er mjög merkilegt að hann er farin að mýma þetta upp sem staðreind, sko. Það eru mjög merkilega fréttir, sko. Ég er búin að vera að tala um það í einhver ár að stjórnarskrá snýst alltaf samning elitunar við þann sem á valdið og það sá aðili aldrei þjóðin. Já, og Biblían er búin að tala um þetta í 2000 ár, sko, og vara við því og vísa á móteitrið í 2000 ár, sko. En ég var að segja á hann, ég var búin að hefði verið að hlæja því í dag að það ákveðin hugtök, ég meina við erum báðir búin að hnoða saman í okkar orðræðu alls konar hugtökum. Já.
hugtökin okkar eru farin að hljóma Já. og við erum loksins búin að læra það á 2 árum að hætta að rífast það hver sagði einhverja setningu fyrstur, vona ég. Ég sagði það allt fyrst, sko. Við vorum bara sáttur það, ekki? Okay. Ég að fíblast því. Ég veit það. En ég var að hlæja þess að því að, sko... En hvað þarf ég að borga þig mikið? Ég get bara sendt þér á þessu. Fyrir alla mínu að ég var með allar hugmyndan fyrst. Já, ok. Sér, lestu hérna neðstu línuna. Ég ætla að fara að veiða fisk. Ég ætla bara að sjá hvað kemur í munni fisksins. Lestu hérna neðstu línuna. Name of current account, Holy Heaven, Father account, General account, code, no, HFA, reikningsnúmeri kennitala. Nákvæmlega. En hérna, já, það sem ég var að hlæða í dag var að... Eftir þennan gjörning hérna, já. Þá vinsalega óskaði ég þess að fólk kalla mig Axel Hvítakrist hér eftir. Þetta fagnaðar erindi dagsins. Til hamingju. Fólk skilur það. Fólk skilur svona. Og ég þarf sennilega að búa til aðra ávísun fyrir hérna nýjustu blekkinguna, sem þessi nýjasta prumpið í skókassanum, sem þetta Earth Charter eða hvað kallað. Já, ég lofa því að kynna mér Earth Charter og... Já, þú þarft að lesa þetta. Já, ég bara vissi ekki að þessu. Ég meina, ég bara alveg frá áramótum, ég tók þess ákvörðum áramót, ég hættur að fylgjast með daglegum meginströmmum, ég fylgjast bara með því sem fólk hendur á Facebook. Og það kemur til minn hluti líka til að fjalla sko. Og þú veist, ég nú ekki alveg að gera vídeó daglega eins og ég var. Nei, ég nú ekki gert vídeó í svolítið tíma bara. Duttu þarna tvö upp úr mér bara. Það eru svona hlutir sem ég bara get ekki haldið inni með lengur, sko. Já. Það bara, en ég hef ekki, við erum líka búin að vera svolítið haldnir þessu bara ég nennis ekki dæmi, sko. Já, ég er svo búin að vera á þeim punkti í svolítið tíma. Það samt koma svona hver upp málefni sem að mér finnst þurfa að dokumenta og ég sé búin að pæla þessi. Sástu Morris var á þessu staðar líka núna í síðustu viku, þá voru vídeó hjá honum sem hann var svona bara akkur fokk að maður að standa í þessu, sko. Já, nei, ég ekkert að fylgjast með Morris núna. Nei, hann var með einhverja svona ástæði fyrir því akkur hann alltaf halda áfram, sko. Já, ég ekkert að fylgjast með honum. Ég í ónáð hjá honum. Já. En ónáði á honum og seikinum hans. Já. En þeir eru búin að fatta af því þeir hafa alltaf svarað mér ef ég skrifa þeim, sko. Þeir eru búin að fatta hverju ég trúi. Nei, þetta bara eins og Morris, hann þreyttur, sko. Hann bara á nóg með sitt, virðist vera. Já, ég nú bara að segja þetta í ganni, sko. Ég ætla nú ekki að fara með barnið mitt í svona mótorhjólaferði svo hann byrti. Guð hjálpi mér, sko. Barnið bara búm. Hann snillingur kallinn. Nei, ég meina, þú veist, maður veit ýmislegt, það hlutir sem ég veit út af Morris. Ég meina, þú veist, ég hafði ekki hugmynd þess að 360 gráða myndavélar fyrir hann fór að fikti þeim í vor. Já, ég var reynda búin að sjá þér. En ég gaf hann því þegar ég sé einhver að vera fikti í einhverjum sniðum, sko. Já, einmitt. En þú varst eitthvað ekki alveg sáttur við að ég tæki sætið þarna á þessu lista. Var það bara... Jú, ég alveg sáttur við það, ég bara stríða þér. Já, það eru fleiri sem hafa, þú veist, fólk svona, býtum við, hvað var þetta, sko? Já, mér finnst alveg allt í góðu, sko. Ég meina, ég bara stríða þér og Sturla, sko. Já, ég reyndar ekki teirt í Sturlaneitt, sko. Þetta kemur í gegnum hann hvað segir, Hólmsteinn? Já, nei, ég hef ekki talað á Sturla sjálfur. Ég hef bara hitt Sturla þegar hann kom í viðtalið hjá mér í vor. Já. Og mér langaði að taka annað viðtal við hann og betra, lengra og dýpra og þá í næði. En ég hef ekkert beðið hann það, ég hef ekkert verið eltast við það, sko. Nei. Og svo sagði þú mér einhvern veginn í sumar, hann hefði ekki viljað að koma í viðtalið við þér og þá segi þá var ég kannski ónáð hjá honum líka. En svo veit maður ekki það, kannski hefur hann bara ekki tíma, ég meina Sturla
Sturla ég meina Sturla bara Sturla og Sturla gera það sem Sturla gerir, ég meina, þú veist. Já, ég held að við megum ekki taka það svona persónulega, sko. Ég held að hann sé bara upptekinn og náttúrulega, hann líka að berjast í bönkum með heimilið sitt, sko. Það rosalega Já, ég meina, erfið staða að vera í, sko, á öllu leyti. ég styð Sturla í annarsætið eins og ég hef gert lengi En ég er í alvörun að vona að Sturla horfi á þetta vídeo mitt og pröfa að fara með hann tekka og skjalið sem ég legg að baki og fullnaði greiði sitt lán, sko. Og og þá náttúrulega bara púff er kerfið hrunið, sko. Þeir eru með lög reyndar gegn því að þú skrifir á þessu. Nei, ekki gegn ávísun. Þeir geta ekki, nei. Þetta er ekki peningur, sko, þetta er ávísun. Það er tvennt ólíkt, sko. Ég hélt þér væri, sko, má ég bara klára setninguna? Já. Ég hélt að þér væri með klásúlu að geta kallað svona ávísun skjalafáls. Já, en þá getur þú með sömu rökum kallað alla peningaskjalafáls. Já, það er, þú veist, farðu til Nürnberg og segðu þeim að þeir hafi þetta svo ógild réttar. Já. En þar með er dvínið úr pakkanum, sko. Já. Þar með er blekkingin búin, sko. Þetta er eins og með Ponzi-skímin, sko, að rétt áður en að Ponzi-skímin falla, þá voru það að reyna að berja mann og annan, en svo þegar allt í allir fatta að þetta er Ponzi-skím, þá er bara málið dautt, sko. Já. En þá hættum við að leggja inn í blekkinguna, sko. Það sem varst að byrja, þú veist að þetta, þú veist, ég sé samlegar áhrif. Það sem varst að tala áðan með ástandi á landinu í dag. Já. Og svo varst að tala þetta með Harmageddon og strákana og þú veist, ég sé samlegar áhrif. Þú veist, þessi heimsmynd sem strákarnir trúa, þar sem það er bara eitt ríki mögulegt og það er náttúrulegt, self-evident. Að sé ríki og ríki er í augum flestra áþreifanlegt fyrirbæri en ekki hugmynd sem er trúað á. Það skilur ekki eins og hvað áttu við með þessari setningu. Það sem að sagan sem kennd var í skólum er sannleikur. Það sem stjórnmál, bæði alþjóðastjórnmál og innlend stjórnmál eru það eina sem er í boði. Öllum gengur gott til nema stöku skemmdum eplum, sko. Við sjáum fyrirbæri eins og bara hálf þjóðin er búin að ákveða það að Sigmundur Davíð hafi verið að ljúga í sjónvarpsviðtali og það er alveg sama hvað þessu fólki bent á. Nei, hann laug í sjónvarpsviðtali. Hver laug hann? Og við sjáum að sko hugarstjarfin er svo gegn heill. Maður horfir á, þú veist, eins og, sko ég vissi þetta með þjóðaröryggisráðið einhvern tímann í fyrravetur, vegna þess að einhver posta á Facebook að það hefði verið atkvæðagreiðsla. Ég fór beint inn á alþingi.is og tekkaði á hverjir greiddu atkvæði. Þetta var tímabilið þar sem ég var mjög upptekinn af því að rýna svolítið í Píratastelpuna og Hvað segirðu? Mayday. Halló. Mayday. Já, hæ. Nei, að þú veist, ég fór inn á alþingi.is og ég skoðaði bara hverjir veittu þessu atkvæði. Ég var agndofa. Þetta fólk sem að þóttist verið í forsvari fyrir því að tala Digital Ísland og þú veist, Digital Switzerland á Íslandi og berjast með Wikileaks gegn þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna, bara sögðu öll amen við því að stofna þjóðaröryggisstofnun Íslands. Bara, já, þetta þurfum við. Þú veist, bara þar með var allt sem þessi kona hefur sagt fallið og það var enginn að taka eftir þessu. Já, fyrsta verk eftir að hún var kosin var að fara að vinna hjá NATO sem hún þóttist að berja hans gegn, sko. Já, en sko það þýðir ekkert að benda fólki á það, vegna þess að flest fólk heldur að NATO sé heilan og engil. En svo var í gær, ég sendi nokkra e-maila í dag, að í gær þá samþykkti Ísland tillögu í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna að karpetsprengja Sýrland, sko.
Íslandi, eitt skiptið enn. Ertu ekki að djóka? Nei. Hvar sástu frétt þetta? Ég birti á Frelsi TV. Ég ætla aðeins að draga úr að birta mína persónulega því það er svolítið mikið svona veist náttúrulega fólk í kringum mig í Svíþjóð. Ég lækaður á síðunniðinu, sko. En Pétur, hvar sástu fréttum? Það var á RT, sko. Það var bein útsending frá þessari atkvæðagreiðslu í... Var Lilja sjálf á staðnum? Ég veit ekki, það var ekki birt mynd af Íslandi, sko. Ég þarf að skoða. Það voru 11 lönd sem samþykktu og 4 sem að neituðu. Geturðu varpað þessu skjáin? Þetta er stórt. Það er að vinna í þessu. En þú veist, það er svo margt sem er að gerast. Að þú byrjar á að tala þú veist, hvað er að gerast með afsalið á Íslandi, þú veist. Sko, þú veist alveg, ég byrjaði að tala þetta í október-nóvember í fyrra. Ég er búin að tala þetta í mörgum vídeóum. Og þegar Panama-stormurinn var í vor, þá talaði ég mjög mikið þetta. Og ég tengdi fullt af punktum. Þú veist, þetta er stór og flókin mynd. Ég man í sumar þegar ég átti fund með Ragnari og Þórdísi, þá útskýrði ég fyrir þeim fléttu varðandi bankamálin sem ég var að púsla saman. En það var bara því mér vantaði að geta sagt einhverjum, þannig að ég væri búin að segja einhverjum fléttuna því að ég nefndi ekki að gera vídeó á það. En það kemur inn í, sko, að það bara, þú veist, ég ætti kannski einhvern tímann bara að klósa það niður og gera vídeó á það. Hérna er þessi frétt, sjáðu, það er linkurinn hérna sem að... Já, þetta er fréttin, já. Ég man eftir að posta þér, en ég smelti ekki á hana. Ég fór að smelta á eitthvað annað sem var postaður, sem var líka stórt. Já, hérna, sko sína... Ég er búin að taka skjámynd að þessu, ég átti að kíkja á þetta. Ég veit til að sína þér hérna annarlega, veit það? Nei, það sem sko, að því nú er ég búin að vera að tala þetta í svolítinn tíma og þú veist, alveg bursið frá því hvað þú ert búin að vera að tala eða hvað við erum búin að vera að tala þá er ég búin að vera að pæla mikið í þessu. Það er það sem ég er að segja. Já. Bara núna í cirka ár. Ég er búin að pæla mjög mikið í þessu. En það er svo furðulegt. Það er eins og enginn sjái hvað er að gerast. Nei. Hérna sérðu, ég er að sýna á skjánum hérna tölvupóstana mína frá í dag. Já. Hérna sendi ég á utanríkisráðuneytið, vinsamlega sendi mér upplýsingar atkvæðagreiðslu fulltrúa Íslands í gær hjá Sameinuðu þjóðunum. Já. Í málinu Sýrlands. Síðan sendi ég hérna aftur á Hæstaréttur og innanríkisráðuneytið og umboðsmann Alþingis. Þessi spurning hefur með vafi, það var nú stafsendingavilla, hefur áður verið send og engin svör hafa borist. Vinsamlega sendi mér nafn, heimilisfang og kennitölu valdstjórnarinnar. Í framhaldi á dómum fyrir glæpbrot gegn valdstjórninu óska ég eftir lögformlegum skýringum eða sönnunum á tilvist valdstjórnarinnar. Og ef þeir geta ekki lagt þetta fram, þá eru þetta trúardómstólar. Og þá var öll starfsemi þessara dómstóla ómerk. Síðan óskaði ég eftir upplýsingum vegna 5 ára stráksins hans Hafna. Og hérna vitnar hún í sko fyrstu einkamálalögin sko. Og já, má ég sjá það aftur? Já, hérna. Það er nú, ég berti þetta á Frelsi TV líka, Facebookinni. Já, nei, ég bara með gaman að sjá þetta. Það var líka neitt sem var með þarna hvað kennitölu valdstjórnarinnar. Já, hérna. Ég hef mikið áhuga á svona hlutum. Já. Góðan daginn, þessi, já, gegn valdstjórnarinnar síðan. Ég held ég minn stór, sko. En síðan sendi ég þessari kellingu hérna, ég sendi hérna bara á Héraðsdómur og þar biði ég hana sko, þar biði ég óska eftir upplýsingum og hún sendi tilbaka þingöld eru fyrir luktum dyrum, sjáðu. En hvaðan fékk þá blaðamaðurinn fréttina? Það er góð spurning.
það ekki sama hver sjáðu. Og hérna, þetta náttúrulega svona ping-pong sem að maður hefur spilað oft áður. Já. Og hún vitnar í hérna, hvað það? Hún svarar, já, alltaf sé hérna í inboxinu. Hérna. Já, hérna hún sendir mig tilbaka, sko, í svari, hér að framan, fólst að samkvæmt fyrstu málsgrein veitum við ekki frekar upplýsingar um málið. En svo blessunin gaf mér þá þetta hér, sko. Að þetta dæmt samkvæmt 160 grein 1995, sko. Já. Og þannig að ég fór strax að lesa þau lög, sko. Lög landsdóm, sjáðu hvað ég að pæla hérna. Sér hérna fyrsta. Því að þeir að reyna að spila þetta þannig, þetta sé, þetta alþjóðasáttmáli og við getum ekkert gert en það hérna í lögunum, sko, ég fór yfir lögin. Alltaf að skauta í hegningarlögunum. Já, það þessi lög hérna, 1995, 160. Að það í þessum lögum, alþingismenn voru með eitthvað svona, þetta svo sorglegt og það verður að gera eitthvað í þessu og bla bla bla. Og hérna, og þetta náttúrulega rosalegur ábyrgðar hluti af þeir sem að settu þessi lög og gerðu þessi samninga. Já. Þannig ég tel að aðstandendur piltsins geta farið í skaðabótamál við þá alþingismenn persónlega sem að gerðu þessa samninga sem geta leitt til þessa. Þessi lög brjóta stjórnarskrá íslenska lýðveldisins? Nei, reyndar ekki. En hins vegar? Víst. Nei. Stjórnarskráin bannar það að framselja íslenska ríkisborgara á landi. Hvar stendur það? Ég man ekki hvar það var. Sturla benti á það í vikunni. Já, ég las það yfir ég er búinn að lesa stjórnarskrána, ég finn það ekki. Ok. Skrifaði þá Sturla á byttanum það. Hann er snillingur í þessu. Hann lítur að hlusta á þetta. Eða einhver bjallar í hann. Við erum nú nógu uppteknir. Já. En hérna stendur, sko, synja skal, dómari hefði geta synjað þessu framsali. Það? Já, hérna séu, ég er búinn að highlighta það. Já, ég er búinn að sjá það, sko, já. Ákvörðun vegna breyttra aðstæðna, augljós ekki lengur í samræmi við það sem barninu fyrir bestu. En ég er ennþá að horfa bara á highlight 160 skartir 1995. Já, fyrir ekki. Ok, ég er að skipta glugga. Ég er ekki með svona 3 manna crew eins og Alex Jones, sko. Já, þú þarf bara að fá þér estrogen. Já, einmitt. Estrogen mimiker. Já, það er þessi lög hérna sem að eru málið. Og ég sýndi þér e-post áðan þar sem ég er að biðja Alþingi nákvæmar upplýsingar greinargerðir sem fylgja þessu og hvaða alþingismenn samþykktu þessi lög. Þeir bera gríðarlega ábyrgð, þeir menn, eða það fólk, það náttúrulega allir eru menn, eða ekki. Sko, synja skal viðurkenningu eða fullnustu ákvörðunar ef hún er augljóslega ekki í samræmi við grundvallarreglur íslenskra laga, þetta má túlka. Ákvörðunin vegna breyttra aðstæðna augljóslega ekki lengur í samræmi við það sem barninu fyrir bestu. Og það er spurning hvort að við getum safnað svona undirskrifta eða einhver vilji safna undirskriftum að þetta sé ekki barninu fyrir bestu. Og ef 80 eða 100.000 Íslendingar á því þá vantilega skipta það einhverju máli. Og því það hægt að áfrýja þessi Hæstaréttar, sko. Og barnið á rétt að vera sjálft búsetu sinni samkvæmt lögum. Og þetta sko samkvæmt Evrópusamningnum. Og síðan annar samningur sem heitir Haag-samningurinn og þar eru svipaðar hérna, Já, ég ætla að lesa þetta yfir, ég ætla að lesa þessu lög. ég er að klára þessa fréttir, þetta eru svo miklu fréttir, sko. Já, þetta er gott. Meira en 1 ár, já, ég ætla
Já, þetta er tímamörk, það á ekki við hérna. Alvarleg hætta er á að afhending muni skaða barnið andlega og líkama eða koma á því annan hátt í óbærilega stöðu. Þetta er ekkit lítil grein. Nei. Þannig að það þarf að vera alveg á hreinu að þessi dómari hafði val, sko. Já, það er nefnilega alveg á hreinu, bara þetta litla svo búin að sýna mér núna og bara takk fyrir að vinna þessa vinnu og þetta er ómetanlega vinna svo búin að vinna núna bara í dag. Já, takk. Bara hún er það. Já, nei, bara hún er það og þetta er gulls í gildi það svo varst að sýna mér í kvöld og ég vona að einhverju sem horfa á vídeóið hjá okkur taki þátt í þessu. Já, það er svolítið traffík í kvöld reyndar. Og ég svara nú einu kommenti, það voru Rússar og 3 önnur ríki sem að vítu þessa carpet-bombing tillögu og 2 ríki sátu hjá, held ég. En sko ef að Rússar var neitunumvald, þannig að... Já, þannig að hún fjall á Rússum. Sko. Já. Mér myndi að ég hefði séð eitthvað það, þannig að já, ég er að kveikja á einhverju, ég var eitthvað búin að sjá, eitthvað minnast á það, hver var það? Að ég man það ekki. Ég var eitthvað að skoða Sýrlandsfréttir í vikunni. Býttu gott að það var ekki þessi stelpa sem ég póstaði þarna, sem var að fjalla Aleppo, ég man það ekki alveg. Já, það er komið svolítið mikið af nýjum leyniþjónustaðilum fram á sjónvarpssviði núna, í kringum hvítu hjálmana. Ég var að deila þarna í deildi Crosstalk, þá komið ný kettling þar. Ok, hann er snillingur strákurinn, hvað heitir hann aftur Lavelle? Peter Lavelle, Crosstalk, já. Ég þarf ekki að horta hann sem einhvern veginn sumar. Hann er snillingur, sko. Já, menn þurfa náttúrulega átt að sjá því að hann er sko, alveg önnur hliðin, sko. Hann er ekki balans, sko. En hann kemur með marga skemmtilega raddir inn og hann leifir mönnum að tjá sig og hann rífst við það og hann kemur með hluti, sko, eins og eitt sem ég gleym aldrei þegar menn voru að rífast yfir því að Rússar voru með 10.000 hermenn í Úkraínu. Það var allt samkvæmt 20 ára gömlum samningum milli Úkraínu og Rússlands. Já. Það var partur af því að verða kjarnorkuvopnin. Nákvæmlega. En hann kemur með mjög marga góða punktar, sko. Já, en hann er ekki hlutlaus, sko. Það er mjög mikilvægt Nei, það er enginn. Ég vildi líka bara koma þig fram, sko, því að svona sumt sem ég deili á Frelsi TV, til dæmis Facebooka síðunni, ég, eins og með hann, ég deili hans vídeónu, sko, en ég einhvern veginn reiknaði með því að menn átt að sjá því að hann er alveg Rússa megin, sko, þannig að sumt að því sem hann er að segja er hreint propaganda, sko. Já, fólk sér það alveg, en þú veist, maður er að horfa á alls konar þætti, þú veist, misjafnt hvað maður er að horfa á. Þú veist, í sumar var ég algjör sökker að horfa á Slavoj Zizek og John Taylor Gatto. Ég er búin að vera rosalega mikið í staðan fyrir að vera að fylgjast með fréttum að reyna að fara frekar ofan í eðlimála, þú veist, pælingaeðli og svona. Já. Og veist, stundum líður mér eins og byrju, já, hvað er ég að fara að tala um? Ég veit ekkert hvað ég ætti að vera að tala um, þú veist, ég veit ekkert hvað ég er búin að vera að pæla. Það er búin að vera gaman samt að pæla í einhverju sem ég veit ekkert hvað er. Hérna sendi mér einn hlustandi link sem er svolítið áhugaverður, það sem er Bandaríkjamenn staðnir af því að mála herflugvélar í Rússalitunum. Já, ég sá þá frétt í morgun og þetta er glettilega vel gert. Og það var náttúrulega alveg ljóst þarna daginn að þeir voru að varpa loftárásum á sýrlenska herinn. Þú minntist á það hvort það var hjá Markúsi eða Harmagedunum. Það var mjög gott við til það. Sá þáttur. Man ekki á hvori stöðinu það var. Ég var reyndar að játa það er svo margt farið að renna saman. Það er svo mikið álag á heilasellanum hjá manni, kauplaust, sko. Já, ég tek undir þetta. Þetta er partur af því sem ég er að gera. Ég er bara, hvað er ég að gera vídeó? Hvað er ég að japla á Facebook? Hvað er ég að gera þetta? Þetta er bara orkusjón. Þetta breytir einhverju. Damn you supporters. Já, þú veist, ég er ekki að biðja neina styrki, ég veit að þú ert að biðja styrki, en ég bara hugsa, þú veist, hvað er ég að eyða orku minn í svona, þú veist, 95% af fólki er bara gjörsamlega út að éta gras, sko. Éta sveppi, mennar. Já, eitthvað, ég meina, þú veist, eins og vorum að byrja að tala um á, mér finnst þetta rosalega stórt, það er verið að spila með Íslandi núna, það er búið að vera að gera það í svolítið tíma.
Ég var að minnast á bankafléttuna. Ég sérst get rakið hluta þessari fléttu frá því aftur fyrir bankahrun. Og ég sé íslenskan almenning bara hafa sér eins og kjána frá morgni til kvölds. Fólk algjörlega ómeðvitað hvað í gangi á landinu. Það dansar algjörlega skottis eftir fyrirsagnarfjölmiðlum, alveg eins og með þarna flautuleikarann frá Hamelin, sem alveg snilldar saga, sko. Já. En betur, segðu, hvernig var svo saga? Ég man ekki, Hamelin, hann lokkaði alla út og fór með það í einhvern hellir, eða? Hún mjög einföld. Það var rosalega mikill rottugangur í einhverjum bæ sem heit Hamelin og enginn réði neitt við neitt út á rottugangi. Síðan kemur þessi flautuleikari sem lofar fólki því að hann geti losað við rottunar gegn því að hann átti að fá eitthvað í staðinn. Ég man ekki hvað hann átti að fá í verðlaun. En þegar hann var búinn að lokka, síðan spilar hann á flautun og lokkar rotturnar eitthvað í burtu. En síðan neitar bærinn að borgunum. Og þá kemur hann tilbaka og hann var búinn að vara þau við. Ef þið svíkið þá ger ég eins með börnin ykkar eins og rotturnar. Þannig að hann kemur tilbaka, spilar á flautuna sína og lokkar börnin inn í einhvern klett. Og sagan svolítið, það sem svo mikil snilld í sögunni að henni stillt upp eins og hann hafi verið vondur gaur. En í rauninni hann góði gaurinn, Það þau sem eru störtluð. Já. Það getur aldrei verið réttlætanlegt að skaða börn, ekki gerðu þau þennan samning. Það veit enginn hvort hann skadaði börnin, hann fór bara með þau. Já, þar með ertu búin að skaða þau, með að taka þau frá foreldrum sínum. Já, leiðum við förum að ræða það, þá dettum við niður í rangan áraður söguna. Þá sjáum við ekki hvað sagan að kenna okkur. Ja, hvað hún að kenna okkur? Hún að kenna okkur það. Ef fólk ekki vakandi fyrir það hvað því fyrir bestu, þá mun einhver koma og gera það steinrunnið. Og éta börninu þeirra. Og leiða það hvert sem þeim sýnist. Já, ef fólk sýnir ekki afstöðu í sínu lífi og áreiðanleika, festu, ábyrgð, innsæi, heiðarleika, þá mun næsti fjölmiðill koma og spila á það með flautunni sinni og gera það steinrunnið. Já. Þetta ekkert flókið. Hann leiðir hann leiðir börnin inn í klett. Þetta golemization. Já. Ég hef líka velt fyrir mér dæmisögunni í biblíunni með hersinguna. Já, þú ert mikið hrifinn af hersingunni. Já, Jesús spurði, hver ertu þannig illi andi? Já, við erum margir, við erum hersing. Leyfðu okkur að vera svín að höra það. En ég held að svínin séu góleminn, Já, mjög líklega. Og þau hlupu fram að bjargi, Og það má alveg stilla upp sögunni þannig, að hann kemur bjarg aftur. Og líka annað, þannig að Halmen, hvað heitir flautuleikarinn? Hamelin. Það náttúrulega fylgdi ekki sögunni hvort að hann hefði plantað rottunum í Var þetta problem reaction solution aðgerð? Hver veit, Þess vegna segir það, fólk þarf að vera vakandi. Hvort sem að, þó ég til dæmis, þess vegna var ég að skrifa væmnispóstinu daginn, að því ég gagnrýni alla trú þeirra, en samt sem áður ég ósvöldlega fegin að ég hef þá. Já, takk fyrir þann póst, það verndi hjartarótina. Hefur ennþá tilfinningar. Það eru helvits ókostir. Ég á eina hjartarót eftir. Tilfinningar eru verstu börs. Já, ég hef þar alveg undir kontról, Ok. Þetta þú vilt eiga viljuga hesta eins og ég vil eiga viljugar tilfinningar. En þú vilt ekki hafa hesta sem að hlaupa í allar áttir og gera ykkur að vitleysu. Þú vilt hafa beisli á þeim. Já. Þannig að mínir hestar eru mjög vel þjálfaðir, Þannig að ég sé að málið alveg dautt. Það verið að víxla eitthvað með Ísland og við erum búin að ræða mikið það. Við sjáum til dæmis að elítan sem að sparka Sigmund í burtu greinilega inn í miklu meira nær til þess læknamafíunni.
Við sjáum það og þessu genamengislíginni. Já. Við sjáum ekkert mikið meira. Það var til þess mjög áhugaverð þessi umræða í sumar einkaspítalann sem að reyndist svo vera stormur í vatnsglasi. Og einhvers þá kem ég aftur nefnilega þessu vorum að tala áðan, með búrkinið eða eins og með einkaspítalann. Ég alveg sammálaður í því að það fullt af hlutum sem koma upp á sjónsvið meginstraumsins sem eru bara diversjón, sem bara, þú veist, sjáðu hvað á sviðinu núna. Ég alveg sammálaður með það. En sumir hlutir geta líka verið eins konar andlegar heræfingar. Þú veist, núna kemur frétt, veist, og þessi frétt í öllum fjölmiðlum, hvort sem það búrkinni eða heilsuspítalinn. En hvað mikið á bakvið fréttina? Ekki neitt. Það eina sem var á bakvið, mamma ég klára, það eina sem var á bakvið þessi frétt voru einhverjir 5-10 manns sem bjuggu til atvik eða komu í viðtöl og það varð úr að fréttum á landsvísu eða fréttum á heimsvísu. Þú veist, hérna fjölmiðlaelítan alveg sturluð og alveg stjörf. Henni sýnt eitthvað, hún tekur það og hún varpaði upp á skjávarpana sínum. Þú veist, atvikið í rauninni ekki neitt. Stærð atviksins í réttu hlutfalli við það sem gerist inn í hausnum á fólki. Og í því ljósi spyr ég, þegar það kemur eitthvað í meginstraumnum sem að fyllir vitund mörg þúsund manns í nokkra daga, hvaða mæling fer fram? Þeir sem bjuggu til fréttina, bjuggu til spunan, stjórna þeim sem að viðtölur eru tekin við, hverju eru mennirnir í skuggavaldinu að fylgjast með? Til þess að sjá, þegar við gerum svona, hvaða viðbrögð fáum við, hvað segir það okkur ástand fólks og hvað segir það okkur hvað við getum, hvernig við getum spilað á flautuna. Já, ég held reyndar En þú fattar mótilið? Já, fyrir mér þetta eins og að horfa á fallbyssusveit í miðju stríði og þeir eru alltaf að reikna út gráðurnar á byssunum. Já, við lásum tíð. Já, alls konar svona, en þeir eru bara á fullu í því, og síðan kom einhver ordur, þú veist, þið þurfa að taka þessi hnýtt út og þessi, það alveg massíft stríð í gangi, og eins og fallbyssa tól sem að tekur sprengju og kastar á vonandi réttan stað. Má ég koma eitt punkt? Tækt á þáttum, en hérna sama með tólið sem notað í þessu, það problem reaction solution. Og þú þarft að snúa því við, Já, samanlega. Við tölum problem reaction solution, og það það sem að samsæringarnir alltaf að horfa, problem reaction solution, þú þarft að snúa því við. Já. Og segja hvaða lausn viljum við koma í gegn núna, hvaða viðbrögð þurfum að kalla fram til þess að ná því. Já. Og út úr því kemur niðurstaða, bombartið þetta, eins og manstu var fyrir eina kosninga, þá voru allir kynferðisofbeldismenn eða barnaníðingar landsins leiddir fram í fjölmiðla, viku eða 3 viku fyrir kosningar. Það alveg nákvæmlega til þess að fá ákveðna tegunda viðbrögðum, Já. Og við erum að tala saman hlutin. Já, þannig að ég farin að sjá þessa fjölmiðla, fyrst var maður svolítið ringlaður og bara heyrði fullt af svona einhverjum upplýsingum og upplýði ákveðin viðbrögð, Núna sé ég þetta bara eins og fallbyssusveit, Já, og það sem ég langaði að bæta þetta við var viðtala sem ég póstaði 3 viðtölum við fyrirverandi þýska, gamla kalla sem hefur verið í þýska hernum í vikunni. Já. Og það var einn þeirra sem að fór og var eitthvað að skoða eitthvað fallbyssur og hann benti á sjáðu þessar fallbyssur, við hættum að nota þær þegar við fengum aðrar betri og þá fóru Sovétmenn að kaupa þær. En hann sagði það sem var að þessum byssum var að við gátum ekki reiknað við lánstíð fyrir þær. Til þess að geta miðað þeim þá fór einn og skaut með vélbyssu til að sjá hvaða velocity þyrfti áður en að stilla í fallbyssuna. Og það svolítið það sem ég að tala hérna, sjáðu búrkinni, það kemur hérna, það vélbyssan sem skotið.
til þess að hægt sé að stilla farkessuna og ég alveg sammála þessu með það sem ég kalla debunka hluti, þá ég í rauninni ekki að segja debunki mitt sér sannleikur, heldur því ég sé myndina sem sýnd, ætla ég að koma með aðra og sjá hvað ég sé á milli þeirra. Endar stríð ekki nákvæmnis íþrótt, sko? Ekki í rauninni ekki, Surgical Strikes ekki til. En sko, það sem ég svolítið komin á þennan stað, þess vegna ég alveg sáttur við að vera ekkert í daglegu, fyrirsagnafréttunum, að ég að reyna að sjá, við erum að horfa á vettvanginn, við erum að reyna að horfa á, Waterloo, við erum að reyna að sjá hverjir að gera hvað í Waterloo. En mig langar að reyna að sjá lengra. Mér langar að reyna að sjá eins og þeir út að keyra í myrkri og það blindhæð sem kemur á móti þér. Og þú veist ekki nema að það geti verið blind beygja leið og þú kemur yfir blindhæðina. Það bara rétt áður þú kemur á blindhæðina, þá koma 2 merki, þríhyrningsmerki á staur. Þú sér blindhæð og blindbeygja. Og þú veist að þetta fara yfir blindhæð og svo fyrir blindbeygja. Og mig langar að reyna að sjá lengra, eins og það væri dagsljós. Og ég sæi lengra, ég sjái hvar blindhæðin hvar blindbeygjan og hvað kemur við eftir. Og þess vegna fór ég líka að grúska í svona gaurum eins og Slavoj Zizek og Tariq Ali, ég búin að vera svolítið grúski í þessum gaurum og fleirum, og mér langar að reyna að sjá hver pælingin. Ef þú ert stórmeistari hjá Miklurunum eða Jesúítunum eða hver sem með skuggavaldið, við vitum ekkert hver skuggavaldið. Þó ég sé alltaf að tala Miklarana, ég get alveg verið að mála bara skrattan á vegginn. Og eins og ég hafði gaman að heyra hjá þér í live-inu að þú ert farin að vinna með Jesúítana líka. Bara frá því að fatta Jesúítana einhvern tímann í sumar, bara tilviljun. Ég mjög mikið að rýna í, hvar sé ég þeirra fingraför? Hvar eru átökarna? Kannski þetta bara vitleysa, en ég sé að þegar ég að horfa á bæði þessi leynifélög, það virkar. Það virkar að lesa í sjóntöð. Já, ég birti reyndar ef ég sýni þér aftur síðuna, næsta fyrir ofan hittmyndbandið. Já. Það G. Edward Griffin með gamla heimildamynd, The Capitalist Conspiracy. Hann með snillingur, kallega. Hann tók fyrsta viðtali við Júri Bessmann. Hann algjör snillingur þessi gaur og hann alltaf svolítið gamall og þetta eldgömmul heimildamynd sem hann gerði, þessi var nú aldrei sýnd á RÚV. En ég var að horfa á þessa mynd, hann kom fram með þessar upplýsingar að Illuminati var stofnað 1776 og það var stofnað 1. maí og það var Weisskopf, eða hvað heitir hann sem stofnaði það? Já. Og hann útskýrir hvernig Illuminati frímorarnir vita ekki einu sinni af hver stýrir því, sko. Já. Þeir vita ekki hver stjórnar þeim og Jesúarnir líka. Já, það er gaman að... Og þeim spilað hver á móti öðrum, sko. Já, ég sé hvað þú ert að fara á. Ég mjög gaman að reyna að lesa í þetta, því að það sem að gerast... Ég mæli við þessari mynd, þessi mynd alveg snill. Ég búin að glósa, ég búin að taka að glósa. Sko, þetta var Griffin eitthvað sem að... Já, J. Edward Griffin. Mayday, hello. Blú! En segja alltaf að tengja hann og slæði. Strákar, tengja! Nýja í því að spóla. Edward Griffin bara einn af þessum görum sem ég hlusta. Ég meina, ég sé alveg hluti í honum sem ég ekkert sammála og svona bla 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 bla, en þú veist, hvernig að telja. Ég meina, bara eins og meðan hann gamla, sem við vorum svo hrifnir af einu sinni, hvað heitir hann aftur? Ég er búin að gleyma hvað hann heitir. Maxwell, Jordan Maxwell. Já, einmitt. Ég tók hann einhvern veginn fyrir, ég var búin að vera að hlusta 2-3 þætti með honum, þú veist, fyrir 2 árum, þú veist, elskaði ég að hlusta á hann, sko. Svo var einhvern tímann í fyrra, þá bara tók ég hann, Ace Ventura og Alex Jones, bara alla 3 í einu og setti í eitt vídeo okkur ég held að þeir væru miklarar og
listaði það upp og síðan hef ég bara ekki hort á það. Ég hef bara ekki hlustað á það. Ég gerði tilraun öðru hvoru og bara leið og ég byrja að tala og ég er búin að hlusta á það í 5 mínútur og bara nenni þeim ekki. Þeir get ekki sagt mér neitt. Ég er búin að heyra það áður, ég veit hvað þeir eru að pæla, ég veit hvað ég held að þeir séu, þeir get ekki sagt mér neitt. Þú veist, svo er einn og einn sem að, þú veist, meira segi ekki í mér hann, ég næstu því hættur að hlusta á hann. Ef saltið dofnar, með hverju selti maður þá? Nákvæmlega, en samt kemur segi ekki í mér hann, sko, það sem ég elska að hlusta á hann. Ég er búin að hlusta á eskatology pælingarnar hans fram og tilbaka. En stundum kemur hann með gullkorn úr súfísmanum, af því hann, þú veist, þó hann auglýsir það ekki, þá er hann algjör sjokker fyrir súfísman. En það kemur ekki nema bara í svona 3., 4. hverju viðtali hjá hann. Og þegar hann kemur með súfísman, þá kemur hann með spirituality sem ég fíla. Já. Og eins og þegar hann að, sko, ég er endari búin að ákveða það sem eiklari, af því að hann er svo hrifinn af Solomónska kalífadæminu. Það er ekki hægt að elska kalífadæmi Salómons nema að vera meiklari. Það er bara rautt flagg. En það þýðir... Fyrir ekki. Nei, bara, þú veist, maður tekur svona gauðra, sko, þú veist. Já, ég veit. Þú veist, En maður er líka á ferð, sko, maður er á ferðalagi, þannig að maður er að fara places. En ég reyndar hef undanfarina vikur, eða 2, þá hef ég jafnvel verið að velta fyrir mér að fara, það var svo að koma þarna tími sem ég gerði engin vídeó. Og sko Hólmsteinn og fleiri, sérstaklega hann, ég fór nú með honum í nokkra ferðir, fórum við það til dómsmálaráðar einu sinni, það var mjög eftirminnileg ferð og fleira slíkt, að hann var með í ferlinum í Hagsmunasamtökum heimilanna og hann man eftir því að það var ég sem að koma með þessa lögfræði greiningu að erlendu lánasamningarnir væru ólöglegir og ég sem að koma með þá lögfræðilegu greiningu. Og að verðtryggingin væri ólögleg samkvæmt neytendaverndarlögum. Og ég kom fram með greiðsluverkfallið. Þannig að hann er mjög snjall, hann Hólmsteinn. Hann sagði, já, veist, við viljum bara fá þig. Þú veist hvernig það ná að gera þetta. Sko. Eða, veist, við viljum fá þig til að hrista upp í þessu drasli, sko. Já, og ég nú bara ég byrjar að pósta inn á þetta skuggaherbyggi þarna, þessa lokuðu grúppu og nú ef ég er ekki hent úr honum og ekki hent úr flokknum hreinlega, eins og ég er svona hí á þau með þennan samfélagsbanka hugmynd, sko. Já. Og ég var að pósta inn á reykherbyggið áðan, svona bara, þú veist, þau voru eitthvað svona væla yfir fólk eru að segja að samfélagsbanka hugmyndi sem geðu ekki. Og ég sagði, já, það er alveg rétt. Bara helsta stefnu með flokksins er samfélagsbanki og ég bara tekur þetta er bara rugl, sko. Þið bara skiljið ekki einu sinni hvað er í gangi, sko. Og nú ef að mér verður ekki hent þarna út, sem hann getur alveg gerst, þá eru þarna fólk, og þú sér það hann Ragnar, vaffermaður, hann er farin að tala í fjölmiðlum að lífeyrissjóður séu Ponzi svindl, sko. Og held ég að við hreyft við þeim líka viðtal útvarpsins sögu þar sem var ég að segja, sko, að reka lífeyrissjóð til þess að reyna að passa peninga fyrir fólk þangað til að vera gamalt, það er gufu við því, sko. En ef þú gerir það þannig að þú ert með 38 milljónir á ári í laun og bara lifir eins og kóngur á 15 milljónir jeppum og allt frýtt og gratis og alltaf í ferðalögum og námskeiðum eða bara skemmta þér, þá er það ekki einhver sem er að passa auða við til eldri árana, heldur er það Ponzi-svindl, sko. Já. Og þar er skilnaðurinn, sko. Og það er mjög auðvelt að sýna fram á að lífeyrissjóðir séu Ponzi-svindl, mjög auðvelt, en það þýðir, þú veist, þetta er bara svona svipað eins og segja við Íslending, við gæsirðu vatnið, þú getur ekki synt á vatninu, sko. Hún hýjar bara á þig og fyrir að skelli þessu og sund. Já, ég veit. Þannig að og það er það sem að kveikti svolítið í mér og ég sagði náttúrulega við þá að ég myndi ekkert leggja niður sjálfsveldisflokkinn, sko. Þannig ég get að haldið áfram að byggja það upp, sko. Að setja það niður og svona föndra með það. Whatever makes you happy. Já, ég veit. As long as you stay out of my pants.
Nei, ég er náttúrulega að stríða þér. Ég náttúrulega í allt öðrum kampi. Ég í þjóðhaldiskampinu, en hérna. Já, sem að ég styð alveg fullkomlega. Já, ég veit það. Ég hef aldrei sagt styggðar á móti þeir framtæki. Já, ég veit það og það bara, ég ekkert að spá neitt sem inn í leikveldinu. Það bara, ég hef engan áhuga á því. Svo fæ ég plattform, sko. Ég fæ ákveðið plattform til þess að tjá mig. Plus það að til dæmis þessir e-mailar sem ég var að senda á þann, sko. Ég að senda alltaf annað slagið, sko. Að það miklu alvarlegra þegar að ég sendi það sem frambjóðandi eða þingmaður, sko. Þá á skjalavaldi miklu erfiðara með að hunsa mig, sko. Já, ég sko, ég sé alveg röksemdafærsluna þína, en ég ekkert saman. Ég sagði við þig í útsendingunni þínu síðan tíma og verður að gera mistök. Já, ég heyrði það. En ég ekkert að útskýra hvað ég á við með því, sko, mér alveg sama, sko. Alveg eins og Sturla gerir það sem Sturla gerir, Axel gerir það sem Axel gerir og ég ætla ekki að fara að breyta Axel, ég bara ánægður með Axel, sko. Já, nei, ég náttúrulega, sko, ég þarf, ef ég sé plattform, ef ég sé kassa á einhverjum í Austurstræti, þá reyni ég að hlaupa á kassan. Já, ég meina ég er bara gott það að segja, sko. Já. En hérna, þú veist. En það svo sem kannski meira spurning hvað maður gerir, sko, veist, ef maður kemst síðan til einhverja valda, sko, veist, verður maður þá bara prumpa hæna eins og hinnir, sko, með einhverja... Já, svo myndir verða það. Já, hugsanlega. Þú getur bókað það. Það bara mannlegt eðli. Það ekkert að gera með þig persónulega. Þú veist, það sem ég átti oft við þegar ég var að tala með Sturla í vor, þegar ég sagði ég styð hann í annarsæti. En sem leið og hann verður forseti, þá mun ég fara að tala gegn honum. Já. En þá leið og hann orðinn valdsherra, þá hann orðinn einn af þeim sem ég rebel á móti. Áttan á því, endar ég í sjöunda sæti, þannig að það ekki mikil hætta að ég lendi á þingi. Já, ég ekkert að gagnrýna, þú veist, Sturla má verða forseti, þú mátt vera í forsetaframboði, alþingi, ríkisþingsframboði, það breytir engu fyrir mig, sko. Nei. Þú veist, I really don't give a shit, sko. Ég ekki viss að ég myndi vilja fara á þing. Fyrsta lagi á ég erfitt með að sverja við stjórnarskrána, sko. Þessa lýðveldis stjórnarskrá. Og ég meira vonast þess að ég hafi áhrif, sko, eins og þetta að ég vill að að auðlindir landsins verði undir samgönguráðuneytinu og þau verðmæti verði flutt til almennings í gegnum samgönguráðuneyti, sko. Þú ert bara veistu hvað ég heyri þegar ég heyri svona? Já. Mjög góða lýsingu á einum hýdruhaus. Það bara það sem ég heyri. Getur verið. En Jesú var farisi, var ekki? Hvíti Kristur var farisi sjálfur. Það vel hugsanlegt, ég ekkert viss um það. Nei, hann var farisi. Það kemur hvergi fram hvort hann farisi. Já, hann var gyðingur. Já, það ekki það saman. Nei, ekki alveg. Farisi víðara hugtak, sko. Farisi nákvæmlega ultra-orthodox rabbini. Nei. Jú, hann það. Hann bara, þú veist, debate me if you want. Ég að fletta þessu upp. Já, þú veist, og saddukearnir, það að gera eitt gyðingar. Svo almennir fræðimenn, það bara rabbinar eins og til dæmis í rabbinetinu bæði í Sefardim og Askenasi ættflokkunum. Ben Ísrael og, nei, ég bara segir hvað ég sé, sko. Ben Ísrael og svo Jemeni-gyðingarnir þeir alveg sér á parti. Það vill enginn viðurkenni helst að þeir séu til. Já, ég kannski... Það einu alvöru gyðingarnir sem eru tilvendar á mínum mati, sko. Fyrir auðvitað náttúrulega últra-orthodox gyðingar.
En klassíski gyðingur það sem að fólk heldur sig gyðingar upp til hópa síonistar, Heródsfylgjendur. Já, en sko, ég póstaði nú skýrgreiningu á orðinu farisei, sko. Farisei rabbini ultraorthodox gyðinga. Það bara þannig. Já, ég verði trúðina. Þetta hefur ekkert með trú að gera, ég búin að vera að liggja í þessum gaurum. Já, en var ekki næra gá í aldirnar? Einhverju lýsingvastu. Var ekki næra gá í aldirnar? Jú, þess vegna, ég meina, þú veist, fyrir 2 árum minnst ég voru lítið þess að lítið sjálfur, svo fór ég bara ákvað að grúska í þessum köllum. Ég hef ofbóðslega gaman að hlusta á það. Já. Veist, eins og til dæmis Rabbi Sachs, fyrirverandi yfir rabbíni í Breta. Veist, ég hef alveg elskað að hlusta á hann tíma. Þangað til ég fekk alveg nóg á síonistarauðsinn í hann. Hann sem sagt venjulegur Askenasi rabbíni, sko, orthodox rabbíni. Nei, ég ekki einu svona viss hans orthodox rabbíni. Ég held að segja ekki orthodox rabbíni. Þú veist, gyðingar flókið fyrirbæri, sko. Já. Þannig ég veit ekkert í hvaða kampi ég svo var, sko. En það sem að stendur í þessu kvóti sem ég einhverju smá vandræðum með að hérna nú kemur þá að tala sko farisear þeir sem sita í sæti Móses eða þeir sem að og þá túlka ég þannig að það þeir sem sita á skjalavaldinu, sko. Það má alveg túlka það þannig. Jesús sagði við fariseana og fræðimennina, þetta ekki sami hluturinn, að annars væri það ekki tekið fram að þetta væri sérhvers hluturinn, að hann sagði þið sem viljið setja ykkur í sæti Móse. Og þetta miklu þyngra orð heldur en bara, jú, þú skjalavaldi kemur þetta vissulega inn í, en þetta þyngra en það, hann að segja þið sem eru prestar, fræðimenn, farisear, rabbinar, kennarar, leiðtogar, þið eru að setja sjálfa ykkur í stað spámannanna. Já. Sem það sem prestar gera alltaf. Þess vegna segi ég, allir prestar, óháð trúarbrögðum og óháð því hvað trúarbrögðin snúast eru alltaf í andstöðu við spámannina. Og þegar ég segi prestur, til dæmis, sko fræðimaður, farisei og prestur, ef við horfum til dæmis á húmanistasamfélagið, hvar finnum við þessu hlutverk í húmanistasamfélaginu? Við sjáum til dæmis akademíska fræðimenn í húmanistasamfélaginu. Við sjáum síðan embættismenn stjórnkerfana í húmanistasamfélaginu. Og síðan sjáum við svona samblöndu af Janusi, tvíhöfða Janusi, sem sambland af stjórnmálamanninum og blaðamanninum. Blaðamaðurinn og stjórnmálamæðurinn er bara sama fyrirbæri. Málpípan sem sett fram á sviðið til þess að hafa áhrif á það hvað fólk að hugsa. Það Janus. Janus snilldar fyrirbæri. Í goðafræði Rómverja, þetta eina goðafræðin sem viðurkennir tilvist þessa goðs, þetta goðið sem var alltaf í forsæti. Þetta var goðið sem var alltaf settur í dyrnar. Hann stýrði inngöngu og útgöngu. Hann hafði eitt andlit gagnvart þér og annað gagnvart hinum konum. Hann stýrði aðgengi að. Hann var eins konar girkassi eða kúpling á milli drifsins og vélarinnar, sko. Og það svolítið merkilegt, sko, að ég til dæmis vissi rauninni ekkert lengi vel af Janusi. Janus fyrir fram hjá fólki. Það var bara einhver stelpa sem ég var að tala við í fyrra hittifyrra. Bara svona venjuleg íslensk stelpa sem grúskar í líffræði. Vorum eitthvað að tala trúmál og hún segir við mig, ég hef alltaf verið svolítið hrifin af Janusi, segir hún. Nú segi ég, hún svolítið pælt í sálfræði þessi stelpa, þetta alveg frábær stelpa. Og gaman að spjalla við hana, marga hluti, og ég segi, hver Janus? Og við vorum endur að tala online þetta kvöld, svo ég fór bara beinti og Wikipedia og flett upp Janus og ég sem bara, já, shit, þetta aðal guðinn þeirra. Og svo bara ég komin hálfaleiðin niður síðan að þá sé það mér sem sagt, margir á þeirri skoðun að Janus hafi verið aðal guð Rómverja en ekki Apollo. Og ok, sagði ég, og þetta ekki loki. Þú veist,
í rómensku goðafræðinni var lokið það sama á Bakkus og í grísku goðafræðinni var lokið það sama og hvað hét hann aftur Dionysius. Já, þetta er alltaf sama, sko, það er nefnilega málið, þetta er alltaf sama kvikmyndahandriti bara með nýjum leikurum, sko. Ég ætla að sýna þetta komment sem ég er að tala um. Má ég bara bæta við einu litlu atriði, þannig að það er alveg frábært, það er alveg snill. Síðan er það bara í síðustu viku, sem ég var eitthvað að grúska og ég var eitthvað að leita einhverju og ég var eitthvað að lesa á ensku Wikipedia forsetakosningarnar frá í vor. Og þar sé ég einhvern vitna í það að til hafi verið goðið forseti í íslensku goðafræðinni. Og þegar ég fór að lesa goðið forseti, þá sé ég nákvæmlega lýsingu á Janusi. Goðið sem var í forseti og stýrði útgöngu og inngöngu á milli manna og goða. En þú sér aldrei. Ég ætla að fá að sýna þér þetta kvót sem ég fann, sko. Þannig að taka út að sjá gyðinga, þegar bara nota orðið gyðingur þá bara springa allir öryggin í hausnum á fólki, sko. Já. Þetta er ótrúlegt, sko. Þetta á það að vera þannig. En hérna segir, sko, í Gamla testamentin, ég ætla að taka þetta út, já. Af hverju viltu taka þetta út? Þetta er fínt kvót. Já, en ég ætla að taka út bara þetta hérna, þetta... Já. Þannig að þetta var bara svona á síðunni sem ég kópaði þetta frá, sko. Nei, þannig mynda mér. Já, sjálfsögðu. En í Gamla testamentinu trúa samfélagi meðal gyðinga, nafnið táknar að vera aðskilin eða frábrugðin. Þetta er í síónismum og þetta sérðu meira þess að íslensku valdstjórnina, þeir girða Austurvöll af, sko. Þannig að þetta snýst ekkert að vera gyðingur eða þú getur að skipta nafn þessu og þú sér í protokól Elders og Síón, þá er þetta er hugsunin, sko. Ég er meira að tala farisea sem hugsun, sko, eða sem dímon. Farisea lögðu metnað sinn í að halda lögfræðingarnir, sko, Móses stranglega. Það skiptir engu máli hvaða lögmál þú réttir þeim, sko, að þeir munu halda það mjög strangt, sko. Og forðast allt samneyti við þjóðirnar. Já. Þetta fólk hatar bara alla. Þeir trúða á líf eftir dauðan, uppröðsuna og tilveru engla og anda. Þeir töldu munnlegt lögmál og siðvenjur vera jafn mikilvægt og hið skráða lögmál. Þetta er hefðaréttarnir, þeir dæma einhverja bara vitleysu, sko. Þetta munnlegar það sem menn tala sem Talmúdin, það eru þessi 613 lögmál Sanhedrins. Já, en þetta sérðu bara í íslenskri lögfræði að það er bara ef það er búið að dæma sömu villsuna þrisvara, þá er það bara orðið jafn mikilvægt og skráð lög, sko. Í kenningu þeirra var trúin á hlýðinni við reglur og ýttu undir andlegan hroka. Þeir fengu fjölda gyðinga til að efast Krist og fagnaðarindir hans. Og svo bara drottinn fordæmdi þá og svo bara vesinn, sko. Að sko, þú heyrði það bara, ef ég sagði farisegar, þá byrjaði að útskýra það. Ég er bara að tala dímonin farisegar. Já, ég sé alveg hvað við. Og og ég var ekkert að mótmæla því. Nei, en það er með þetta, sko, oft þegar maður er að lýsa dímoni, þá er alveg bara farið að tala, þetta er bara dímon sem við sjáum bara í valdstjórninni, við sjáum í dómurum, við sjáum í lögreglunni, við sjáum í stjórnmálamönnum. Það er þessi, og í fræðarsamfélaginu á Íslandi, þessi Við erum alveg, sko, ég sé þetta líka, við erum þarna að tala sko, nota hugtakið farisegar tvö ólík hlutverk. Já, og allt er góðulega, þú er búin að útskýra hvernig þú nota og ég var núna að útskýra hvað ég er að hugsa með því, sko. Og bæði hugtökin virka, og bæði eru þau gild. Já. En þetta hugtak fyrir mér er, sko, bara merkingafræði, ég meina, hvað er hugtakið að segja þér, hvað merkir það? Hvernig getur þú tengt það, hvernig getur þú notað það, en það er enginn endilega neitt sannleikur, það er bara filter til þess það er bara síja til þess að horfa á heiminn. Já, þetta er að sama þegar ég verði orðin svona pólitíkus og er spurður vill að Ísland gangi úr NATO, ertu á móti að Ísland sé í NATO? Þá segir náttúrulega, nei, ég er mjög hlynntur að Ísland sé í NATO en ég er á móti að sé í OTAN.
Já, þú veist, Hvað er rótan? en þetta er alveg, sko það er nefnilega tvennt sem þú þarna dregur fram og þú veist að bæði atriðin eru mér sjálfur mjög hugleikin, það er annars vegar dímonin og hins vegar sko dogman, ideológian sem er orðin skrásett, jafnvel þó hún sé munnleg. Leið og þess að var ég að leika mér hérna daginn, sko, það var einhver aþeisti sem ég sá einhvers staðar vera að röfla hérna, aþeistar geta ekki verið trúarbragð því þeir hafa ekki nefnt dogma. Já. Svo ég sagði, byrju, af hverju þá að vitna í Dawkins og Sagan og Krauss og Einstein og alla þessa dogmatísku kalla, og þess vegna bjó ég til mynd með 10 boðorðum aþeisma. Þú veist. Þannig að, þú veist, dogmað getur verið munnlegt. Sko, leið og var komin ákveðin hópur sem með ákveðina ideológíu, þar sem þeir eru að vitni þennan og vitni þennan og vitni þennan og þessa aðferð og þessa uppskrift, þá eru þeir búin að búa til eins konar jólatré af hugmyndum, sem smátt og smátt verður kredda eða dogma. Og ég er alveg sekur að gera þetta sjálfur. Ég meina, þú veist, maður horfir á allt það sem ég er að gera, ég er að endurtaka ákveðna hluti aftur og aftur, ég er að skreyta jólatré, ég átti mig alveg á því. En ég hef líka sagt á sömu stöðum, þú getur aldrei losnað við egóið, vegna þess að jólatréð er egóið. Egó er bara lýsing á hugmyndauppskriftum. En spurningin er egóið að stjórna þér eða þú stjórna egóinu? Er höndin að stjórna þér eða þú að stjórna hendina? Þú veist, ert þú að nota hendina eða hendina að nota þig? Já. Þú veist, þetta er partur af því sem fólk á svo erfitt með. Þú veist, það er að hengja einhverja tilfinningalegt, hvað kallaði ég það einhvern tímann, minnst að lýsa þið svo vel, ertu subjective eða objective eða subjectively objective. Já. Fólk heldur nefnilega að þú getur bara verið subjective eða objective, ég segi nei, þú getur verið objectively subjective. Já, einmitt. En sko leiðum nefnilega maður nær þessari tengingu, þá rofna tengsl. Og maður fær ákveðið frelsi. Ég þarf að lesa betur hann Janus, kallinn. Janus er snilldar hugtak. Snilldar fyrirbæri. Þú veist, og það er ekkert ástæðulaust þetta er í félum. Eins og ég var að segja... Það er alltaf þetta duality, sko. Já, það er... Já, bara eins og þetta, þú veist, þessi saga, þú veist, þarna er einhver stelpa, sko, sem maður ekki svona pæli trúamálum. Hún bara lesum þetta goðinni, vist á sniðu pæling. Og ég er líka hrifin af alþýðu heimspeki. Ég er hrifin af því þegar fólk, veist eins og þarna er einhver stelpa, hún er ekki að pæla í trúmálum eða trúarheimspeki, hún bara sér þarna eitthvað goð sem að virkar fyrir hana á einhvern hátt. Veist, ég var að segja daginn við Þórdís að því hún er náttúrulega heimspekingur og við tölum stundum heimspeki. Að ég gerir vola lítið úr mörgum heimspekingum, jafnvel þó ég séu brilljant snillingar. Af því ég í rauninni held miklu meira upp á heimspekinga eins og Gunnar Dahl og Thomas Paine. Thomas Paine er mjög misskilinn snillingur. En Gunnar Dahl og Thomas Paine, þetta voru menn sem gerðu sér farum að vera alþýðu heimspekingar. Þú veist, að koma með heimspekina inn á borð, þannig að almenningur geti skilið hana. Vegna þess að akademían er alltaf að halda einhverjum svona háleitum, frómum, hundlegum heimspekingum inn í akademíunni á einhverju hillu sem fólk getur ekki nálgast. Og þar með er búið að bæði appropriate hana, eigna sér hana, þú veist, fara í sönum og leið fjarlæði hana frá fólkinu. En alþýðu heimspekin er eitthvað sem fólk getur notað. Eins og kettlingin í póttunum, sem ég hitti í dag í póttunum, þú veist. Já. En það væri gaman að sjá vídeo þér með Janus og tengingu við þetta goð sem varst að nefna. Þú er ekki gert vídeo þetta. Nei, ég var bara að fatta þetta með forseta bara fyrir örfáum dögum. Já, ég býst bara eftir vídeónu. Ég veit ekki eins og hvort það kemur, þetta er bara, ég hef ekkert fjallað Janus, ég veit af þessu. Getur ekki fengið eitthvað þrífótundi síman og þú þurfa ekki að halda honum? Þá er ég farin að gera eitthvað úr þessu, þá get ég alveg eins vippa fram bara myndavélinni. Já, vídeómyndavélinni. Það er bara svo vont fyrir puttan, sko. Já, nei, mér finnst gott að gera þetta svona. Já,
Og meðan ég þessu svona, þá ég ekki að taka mig á hátíðlega, sko. Þá ég bara vipp upp símanum þegar mér liggur eitthvað á hjarta. Eins og ég mjög ánægður með Bob Marley-vídeóið mitt, ég ógeðslega ánægður með það. Það var búið að lengi að fæðast í litlum teskeiðum, þannig að allt í einu bara smallaða saman. Og leið og myndin var að fullger, þá gat ég ekki beðið með að koma frá mér. En eins og organ harvesting-vídeóið, það tók marga daga að fæðast í hausnum á mér og ég var í ströggli með hvernig ég vildi koma frá mér. Já. Og mér langaði að gera rannsóknarvinnu til þess að sýna betur hvað ég átti við, en ákvað að sleppa því. Eins og mér finnst það svolítið merkilegt fyrirbæri organ harvesting áróðurinn. Bara leið og ég sá í gegnum hann, þá mist hann, leið og þú ert búin að debunka eitthvað. Jafnvel þó hafi rangt fyrir þér. Þá missir það eiturbrotin. Eins og Jesú, þú veist, hvort það var Páll postuli Jesú sem sagði dauði, hvar er broddur þinn? Já, ég var að hlusta á hérna, ég er með TuneIn appið og þar var ég að hlusta á hana Catherine bætur hún. I don't know. Hún var einmitt að tala, hún var með viðtal við eitthvað gaur í sambandi við einmitt þessa líffæraflutninga og euthanasia og það dæmi, sko. Það var rosalega gott viðtal við þennan gaur. Varstu búin að sjá eitt sem ég postaði, það var, þegar ég var búin að gera organvídeóið mitt og fékk ég bara komment, ég er búin að vera að fá frábær komment undan hverju. Það var, ég var bent á hérna Dr. Paul Byrne, Mjöfslóni. Ég ætla að sækja síma minn og þar þetta dæmi. Ég set screenshare á með hann. Já, ég sitt á þig, þú ert með stjórn. Nei, bara, veist, en fyndið. Ég setja hérna pásu á það, leið að það kemur. Svona. Já, það sést þér ekki. Svona. Nei, það sést bara Axel. I'm not screen. Það sást bara þú. Ég kom með Hyggsta. Hvað í gangi hérna? Það er að því að sást ekki screenshare mitt. Já, það er ég eitthvað að starta því. Ég bara veit það ekki. Getur verið. I don't know. En ég ætla að prófa aftur að setja það á skjáin. Þú bara ákveður á meðan hvort það kemur. Já, nú kom það strax. Sérðu nafni, Dr. Paul Byrne. Já. Paul Byrne. Þessi gaur er snillingur. Já. Hann, þú veist, ég vissi ekki á honum. Ég gerði þarna organ harvesting vídeóið mitt. Og og reyndi að ganga hægt gleðina dyr. En svo, og það bara klukkutíma seinna fékk ég komment frá einhverjum sem sagði kíkt á þennan gaur. Og þetta, að því varst að tala þetta með vegferðina á hann. Það sem ég finnst svo skemmtilegt. Og þess vegna er ég oft líka að henda frá mér, þú veist, ég vil ekki taka þátt í aktivisma eða hinn á þessu dóti. Mér finnst svo gaman að vera grúska, þú veist, bara konaðinn. Já, við viljum að sýna ykkur hérna. Já, æðislegt. Æðislegt. Eitt fyrir stelpunar. Eða bara fyrir alla. Já. He's starting live, sko. Sjá krútið. Ég sé henni strax komið með attitude. Já. Fáum ekkert að sjá mömmu. Hello, they want to see you also, Mama. This is Pétur Axel Axelsson. Glæsilegt, til hamingju. Fallegur strákur, hæ. Til hamingju með stráki. Skilur hún ekki íslensku? Jú, she can't hear. Já, ok. I just said, hi, how are you? Congratulations. Yeah, thank you. Thank you.
I was saying to Axel before that I saw the video before you went to the hospital. Yeah. And then 2 hours later, I saw a picture of the son, the child. Yeah, it was very fast. I was really happy to see. Yeah, thank you very much. It's beautiful. And he already has an attitude like Daddy. Yeah, they look like the same. Yeah. For the first day in broadcasting, 1 year old in broadcasting. How has it been today? Has it been fun? Yeah, I'm And sleep? Baby? Yeah, both. Yeah, we were sleeping and relaxing, and this family all here, very happy. That's cool. Yeah. Thank you Axel for graduation. And Axel can't wait to go to the video and, I had it yesterday, now I'm going online. Yeah, Nanny stop. He just continues. Okay, talk to Axel. Yeah, we are solving all the problems of the world. Yeah, it's okay. Hey, sleeping. Hello. Okay. Fullt af hári. En börn fæðast alltaf með mikið af hári. Nei, ekki alltaf held ég. Ok. Og hvernig með krakkana, systkinin? Eru þau Já, ekkert mál, bara. Þau eru mjög ánægð með þennan nýja fótbolta. Þau voru ekkert kátt þarna í vídeónu að fá ekki að fara með á spítalann? Nei, það var sko, stelpan hefur aldrei verið í burtu frá okkur. Já. Þannig að hún var svona fyrsta sólarhringinn í öðru húsi, sko. Veitu, já, hún eldri. Hún er 3 ára og hann er 5 ára. Já, ok. Hvað ætlar að gera þegar kemur á skólagöngunni? Ég leysi öll mál heimsins eitt í einu. En við ætlum ekki að senda þau neitt fyrir en þau eru 7 ára, sko. Já. John Taylor Gatto myndi vera stoltur af þeirra ákvörðun. Þá erum við bara lagalega skyldu til þess í þessu fangelsi vestur gettóið er. Ég er með ákveðna strategíur með það. Þess að ég var bara í einhverjum hlaupum rétt helgina þá ég gleymdi kaffibrúsa og svo fór ég á þetta að sækja í vinnubílinn og svo gleymdi ég lyklunum í vasanum, sko. Þannig ég fór í dag að skila lyklunum, sko, og börnin eldri vildi endilega koma með, sko. Og litla stelpan er alltaf í krummafót, sko. Viljandi? Já, henni finnst það betra og flottara. Já, ok. Já. Og kona mín byrjaði bara, ég var að breyta skónum. Og ég sagði, hún hefur bara skónu eins og hún vill, sko. Þannig að kona mín gera það núna, hún býtur í tunguna við hana. Svo leyfði mér að hafa þetta svona. Og svo fórum við á vinnustæðin í dag og hún í sínum krummafót, sko. Og þá var einmitt ein kerling sem ég er að vinna með bara, hún er í krummafót. Ég sagði, já, hún vill hafa þetta svona. Þetta er nýja tískutrendið, nú er allir í krummafót eftir 1 ár. Það er bara alltaf verið einhvern veginn að móta. Já. Mér finnst bara, hún ræður þessu sjálf og ef þetta er eitthvað óþægilegt, þá getur það alveg útskýrt fyrir henni að þetta er nú ætlast þess að þetta eins einn, sko. Strákurinn er með það rétt, sko. Hann er búin að, hann velur það núna. Þannig að það er eins og börn eru, menn allir börn fara í gegnum svona. Já, þannig að, þetta var sem undanfarinn að planinu þegar við farið í skólan. Ég ætla að sem sagt minnka tjónið með því að sko skamma þau fyrir að líða illa í þessum pyntingabúðum, sko. Og standa með þeim í gegnum það, sko. Og þannig er ég að vona að ég nái að minnka tjónið. Já. Hérna er hún blessunin, hún Catherine Albright. Hún, já. Sem er kristin kona og kær.
Og ég hlustaði á hérna á tjúnin, þá hlustaði ég á hana og hún var með núna viðtal fyrir 4 dögum. Albrecht. Já, Albrecht. Já, það ekki Katrín Albright. Nei, ekki morðinginn, sko. Já, ok, húf. Og hérna, það var bara gaman að hlusta á hana, sko. Svona 85% mjög gaman að hlusta á hana, svo náttúrulega með 1 og 1 svona rugl, sko, í hausnum. En þetta eitthvað sem þú hefur áhugað að hlusta á, sko. Já, ok. Já. Og hérna þessi radíósjóið hennar. Og hérna, já. Þú finnur þetta. Og hann vísaði í bók sem hann gaf út og hann vísaði í, sko, samtök sem hann í forsvari fyrir. Og þar var hann að tala einmitt euthanasia í samhengi við líffærabrask, sko. Já. Og þess vegna ég svo hrifinn á honum hann, hvað heitir hann, Börn, ég ekki búin að læra nafnið á honum með það, veitu hvað heitir hann? Þú líki þegar ég á erfitt með nafn. Hvað þeir eru? Dr. Paul Byrne. Dr. Paul Byrne. Það sem hann nefnilega benti á, sko, hann benti á 2 punkta bara strax. Og ég hlusta á bara 2 stuttafyrirlestrar með honum. Annað, ef líffæri bara líffæri og þú getur skipt lungu eða hjörtu í fólki, þá getur líka skipt heilan. Bara málið dautt. Og annað sem hann kom með bara margar sögur, bara haug af sögum af fólki sem var búið að úrskurða heiladautt sem náði sér. Og sagði, sko, bara sögur af fólki sem þessi læknagengi bara var tilbúið með hnífana að rífa líffærin úr því, en svo lifnaði það við. Og tók sýndi viðtal við einn gaur sem var bara búin að ná sér að fullu. Og svo benti hann á, og hann benti á í öllum tilfellum ef að líffærin hefði verið tekin úr þessu fólki, þá hefði læknamafían verið að drepa þetta fólk. Svo hvenær fólk dáið og hvenær ekki. Og ég bara, þú veist, ég hef oft pælt í líffæraflutningum, en aldrei, maður upplifir stundum, maður hlustar á einhverja menni og konur sem eru búin að vera að pæla djúpt og koma með svona einhvern einfallleika sem þeir hefur aldrei dottið í hug. Og leið og sér einfallleikann og sagði bara, vá, okkur sá ég þetta ekki fyrr, og þú bara færði efreka-moment. Og vegna þess að hann að gefa þér ástæðuna sem þið vantaði til að geta haldið fram einhverju sem að þú trúðir en gast ekki útskýrt. Ég hef lengi verið á þeirri skoðun að mér illa við líffæraflutninga, en mig vantaði rökin. Ég sá ekki rökin. Og svo benti hann á eitt í viðbót. Og það fór alveg með mig. Hann fór aðeins í gegnum hvernig læknamafían fór að því að réttlæta morð á fólki til þess að stela úr því líffærinu. Og hann fór niður í, sko, hann sagði þeir eru jafnvel komið niður í það er nóg að þú sért orðin, sko, brainflat í 45 sekúndur. Það er nóg. Fyrir þá, til þess að drepa þig. En tókstu eftir því hérna Kári Kjáni, hann sagði opinberlega að það væri árás á börn með eggvopni að skera svona mikið úr þeim hálskirtlana, sko. Nei, ég myndist á þetta, ég vissi ekki hvað var nú tókst það. Jú, það hérna í þessu kosninga, það var örugglega viðtal einhvers staðar við hann á Harmageddon væntanlega. Og það var í þessum síðasta áróðursherferð hjá honum. Þá sagði hann það að sérfræðingar út í bæ að það væri svo óeðlilegt hlutfall af hálskirtlum skoruð úr íslensku börnum og það væri árás á börn með eggvopni og sko annarkvort er hann ekki tekinn alvarlega eða það sem hann bara þusari. Ég veit að við vitum hann þusari og hálfviti með hóri neppa, sko. En skjalavaldið á sömu skoðun, sko. Þetta opinberlega.
það engin rannsókn í gangi, nema náttúrulega, þú veist, læknarnir að þefa á, þú veist, þeir stinga puttanum upp í raskata á sér og þefa og kalla það rannsókn, sko. Já, en það eitt sem við báðir gleymum og ég var að reyna að minna sjálf á mig á það nýlega, ég man ekki hvort það var íslenska eða ensku vídeóða, það var svona eiginlega vídeóða sem ég var svolítið bara að minna sjálf á mig á. Að, sko, manstu eftir ég var ofta að tala það í vor, að við þyrftum ekki að fara í árás á genakára. Við þyrftum ekki að bregðast við honum. Nei. Ja, ég veit ekki hvort ég hef talað um það í vídeóum, ég var allavega að tala um það við fólk sem talar oft við mig. Sem að, þú veist, það veit allir mína skoðun þessu fríki. Já, ég er náttúrulega að starfa undir þeim merkjum að baráttan snýst ekki við menn á holta blóði heldur anda verið vonskunar í himnankefnum, þannig ég er raun að tala við dímonunum í honum en ekki hann sjálfan. Já, ég geri það að mestu leyti líka, en hann er einn af þeim mönnum sem í mínum augum er orðin dímon, það er bara þannig. Ég leyfi mér það, en okay. ég er í allt annari baráttu heldur við Frelsi TV. Já, við erum ekki alveg í sama drullumallinu, sko. Við erum ekki að busla í sama drullupollinum, sko. Sem er gott, sko. Það vill bara til að þeir eru sér ykkur hjólfærina upp á heiði, sko. Vill til að það eru bæði drullupollar. Vill til að það eru bæði drullupollar, sko. Við erum í sér ykkur drullupollinum að búa til drullukökur. Já, nei, sko, það sem að, þú veist, ég tek það mjög alvarlega upp hjá sjálfum mér. Ef ég ákveð að dímonisera einhvern mann eða konu, þá er ég búinn að hugsa mig vandlega. Já. En eins og ég tala um hann Kára Kjána, að ég er ekki að tala um persónu, ég er að tala um andavaldið sem að... Já, en í hans tilfelli er ég að tala um þessa persónu, algjörlega. Já, ég áttum við það. Þú ert að tala um dímon sem að Ég vil að þetta komi alveg skýrt fram. Já, þú ert að tala um dímon sem hefur algjörlega holdgerfst í svona skrípi. Hann er eins nálægt reiðið svo hægt að komast. Án þess að reiðið vomurinn sé ósýnilegur. Allavega, ég vil ekki fara djúpt í það, en þá fyrir ég kannski að segja hluti sem ég vil ekki segja. En þannig er ég komin svona mörkum sem ég vil ekki fara yfir. En sko, það er eitt nefnilega sem að mér finnst, ég sagði á hana, okkur, bæði mér og þér, okkur hættir til að yfirsjást ákveðna hluti í baráttunni, sko. Og það er eins og að því það var svolítið það fólk var að tala við mig oft í vor, þú veist, hvað á að gera í sambandi við svona gaur eins og genakára og þessi lygavísindi, þessa erfðagreiningarlygi og allt það. Og ég hef oft sagt, við þurfum ekkert að gera neitt í þessu. Það er búið að gefa vitnisburð. Axel gerir þetta bara. Nei, maður bara útskýra hvað ég veit. Ég hef búin að gefa vitnisburð. Ég er búin að grafa upp fullt af hlutum með erfðagreiningu, sumt hef ég sett í vídeó, sumt hef ég sett bara inn á Faceið. Það dugar að það er búið að grafa það upp og henda þið fram. Það er búið að gefa vitnisburð. Þar með er búið að expósa hvaða fríkar hérna á ferðinni. Og leið og búið að expósa það, leið og þú ert búin að taka eitthvað svona skrýmsli og draga það fram í dagsljósið, þá þarfst ekki að berjast við það, eins og með híturuna. Þú ert búin að segja, þarna er eitthvað ljótt á ferðinni, ég held að þetta sé það sem liggur á bakvið, ég er búin að lýsa því, alveg eins og þú talaður þegar þú gerðir vídeóðu Landsvirkjun, þú ert búin að vinna heimavinnuna, þú ert búin að varpa ljós á þetta, þú getur snúið á öðru, vegna þess að leið og skrýmslið er orðið opinbert, þá fer skrýmslið að vinna gegn sjálfu sér. Og það sem ég verið að horfa á varðandi genakára síðan í vor, er að hann kemur sífellt fram á sjónarsviðið í fjölmiðlum og gerir í brækurnar með yfirlýsingum sem hann er farin að sýna sjálfur hvað hann er. Það þarf ekki lengur að expósa hann er farin að taka við því sjálfur. Og ástæðan með það sem fólk skilur ekki með eingyðistrúna, það sem að Jesú var að gera og allir spámenn hafa gert, þegar þeir koma fram og expósa lýgina, og lýgin tekur ekki við henni, þá fer hún að lýsa sér sjálf.
Það það sem að gerðist, þannig eins og þegar musteristjaldið rifnaði. Já, nákvæmlega. Þetta ofboðslega mikið power og þess vegna til dæmis svo gott að hafa í huga með fyrirgefninguna. Þú veist, með hverju árinu sem líður, þá finnst mér ég vera að fatta fyrirgefninguna betur, hvað hún er djúp, hvað hún er mikill leyndartómur. Já, rosa leyndartómur. Já, og eftir því sem að ég myndi ekki segja höndlana, heldur sigla með henni, ganga með henni. Þetta því sem að ég læri meira, ganga með henni. Þeim meira gefur hún mér sinn eigin kraft, það mikla kraft sem í henni felst. Og það hjálpar mér að varða göngunum. Ég löngu hættur að pæla í genakára, ég hef ekki gert það í marga mánuði. Ég hef engan áhuga á hann skiptir mig engu máli lengur. Ég minnist stundum á þetta með Argento 47, Silfur 47, þetta kemur stundum fram og það að þeir eru búnir að viðurkenna, þeir eru að fara að reyna að skrifa að hanna erfðamengi. Hvort sem að við trúum að DNA sé hoax eða hvort þetta hægt eða ekki, þetta eins og við höfum báðir talað Ég gerði það í vídeói fyrir ári síðan, þú gerði það eitthvað, ég man ekki hvernig þú gerði það, að við báðir höfum lyft upp hérna snúru, þú veist, ef þú getur lesið helvitis erfðamengið, þá getur þú líka skrifa það, en hvernig ætlar að plugga því í samband, þú veist. Já. Þar svaraði genakári, it's of course a leap of faith. Já, þú veist, the hoax is exposed. Svo frontaði ég Frosta með þetta aftur live í þætti hjá þeim og hann segi, það þýðir ekkert það að hann sé að segja þessi trúarbrögð. Nú, leap of faith. Frosti hefði, Frosti með fullri virðingu fyrir þessu strák, þetta eru glákandi strákur. En hann hefði gott að því að hlusta á framkomu sína þegar hann talar menn sem hann smjaðar fyrir í þáttunum sínum og bera saman við þætti það sem hann kemur fram, hvernig hann kemur fram með fólk sem hann lítur niður á. Hann hefði gott að bera það saman. Hann bara skemmtikraftur, hann alltaf bara í vinnuna sína. Hann eins og Bill Hicks. Já, bara þú veist. En hvaða agenda sem þarf að baka? Ég reyndar ég verð nú aðeins að reyndar að taka, ég skil ekki alveg með 365 miðla, Þeir hafa ekki gert neitt, eða þeir hafa gert soldið, en ekki neitt eins mikið og aðri fjölmiðlar í að blokkara með til dæmis. Þeir eru að hringja og þeir eru að, þú veist, umræðu brúin fær, Þú ert skemmtilega. Það ekki. Já, ok, en það samt, að aðri fjölmiðlar hafa RÚV hefur til dæmis bara aldrei hringt, aldrei. Nei, RÚV getur það ekki. RÚV getur ekki talað við það. Það bara þannig, þú veist, RÚV... Ég heldur að Illi taki mikið viðtal, hvað? Nei, RÚV allt öðruvísi fyrirbæri. RÚV ríkisstofnun. Já, RÚV náttúrulega bara áráðurstofnun í anda Göbbel, Nei, hún meira en það, þú mátt ekki gleyma því hvað ríkið er. Ríkið trúarstofnun. Já. Og fari sér að þeir eru ekkert að fara að bjóða þær í viðtal. Fræðimennir eru til í það. Já, það eitthvað í 365 og líka, það tölvöld að starfsmennu þarna svona sem að, ég í ákveðnum samskiptum við mjög marga í 365, Já, þeir sem eru í vinnu hjá ríkisfyrirtæki, ríkisfjölmiðli, þeir eru í vinnu hjá, eins og þú sagðir, áróðursvél. Og allir sem vinna hjá slíkri áróðursvél, þeir eru þar af því þeir eru á ríkislaunum eftir ákveðnum tökstum. Það sem vinnan þeirra snýst meira það hvað þeir segja á nefndarfundum heldur það hvað þeir segja í útsendingu. Það mér skýtsama hvort það ringi, en það mér skýtsama það, skilur. Það bara... Mér langar bara að lýsa því okkur ég sagði að þeir geti ekki búið þeirri viðtöl. Bara fyrir fólk að þú veist, að fólkið sem hjá ríkisfyrirtæki, það hefur engin heilindi. Það hefur enga tilfinningu fyrir
sko, því sem heitir mannlegt eðli, mannleg samskipti eða common sense. Fólk sem vinnur hjá einkafyrirtæki, það miklu líklegra til þess að standa fyrir eitthvað. Hafa, þú veist, eins og þú segir, ég hef gert lítið og frostaði, nú ég að reyna að hætta því, sko. Og þannig er einhver strákur sem að hann hefur ákveðna lífsskoðun, hann hefur ákveðna heimsýn, hann greinilega trúir á eitthvað, hvort sem það frímúrarar heimspeki eða humanista heimspeki, og hann alveg ófeiminn með að koma fram fyrir alþjóð og vera hann sjálfur með það. Hans vinna snýst það að semja launin sín, fá góð laun, standa sig vel í útsendingu, koma vel fram með fólki sem hann vinnur með og vinnur fyrir og standa sig vel í skautahlaupinu. En hjá ríkisfjölmiðli þetta undirlægjur stofnun. Undirlægjur taka ekki upp hjá sjálfu sér að fara að bjóða einhverjum svona aktivista í viðtal. Ekki nema að það sé Birgitta, sko. Ekki nema að þeim sé skipað að gera það. Þess vegna sagði ég þetta. Já, ég veit. Varðandi hins vegar Vísi og þessa gaura, sko, fólkið sem vinnur hjá stofnunum sem 365, það trúir þeirri heimsmynd sem að ræður ferðinni inn í þessari stofnun. Og það mjög líklegt að stór hluti af þessu fólki hugsa, já, Axel, þú veist, það nú enginn að taka hann alvarlega, hann bara svona skemmtilega til að fá hann með, vegna þess að þá getum við sýnt fólki að þú veist, sé tilgangslaust að taka hann alvarlega. Þú veist, þannig að þau hafa bara gaman af því, sko. En svo kemur inn á milli, og það það sem ég var að tala þegar ég var að tala fyrir í kvöld, og ég var að svona hlæja svolítið að sjálfum mér í dag, að síðustu vikurnar, ég veit að þú talar þetta og það var fleiri kringum mig talað þetta, bara undanfarið ár, að hlutir sem við höfum verið að leyfa okkur að tala og varpa fram og varpa á milli okkar, að þeir hafa haft áhrif á ýmsa vegu. Þú talaði þetta, þú tekið eftir þessu. Ég tek ekki eins vel eftir þessu eins og þið, hinn. Ég svo upptekinn af kofanum mínum og hérna. Engi sprettárum. Já, og úlvaldafeltinu. Já, einmitt. En undanfarið hefur verið að taka eftir því að fólki finnst sífellt meira gaman að tala samsæriskenningar, bara, þú veist, út í bæ. Bara eins og þannig í pottinu. Það var þessi kona, hún spurði mig einhverju, ég segi að nú þarf ég að útskýra samsæriskenningu. Þá hlægir hún og segir að þær með að vera með. Já, en við sjáum að ýmsir fjölmiðlar að byrja að birta samsæriskenningar og segja að þetta samsæri. Já. Og við erum að byrja að sjá, núna sérstaklega síðasta hálfa árið finnst mér, að tónninn í mörgum fjölmiðlum að breytast. Algjörlega. Það eru margir fjölmiðlar sjálfir, blaðamenn farnir að leyfa sér að fletta ofan af einu og öðru, bara svona sem þeir voru ekkert hvarflaði ekki að þeim fyrir 2-3 árum. Ég veit ekkert hvort það okkur að kenna eða hvers vegna hugarfarið að breytast. Þú veist, það væri auðvitað voðalega gaman ef við værum að hafa einhverja áhrif. En ég var svona að hlæja þessi dag og hugsa, já, skyldi það vera að mjálmið í okkur sé aðeins að dropa nokkra steina, hóla nokkra steina. Getur það verið að við séum aðeins að skóla til í steinlíminni á nokkrum stöðum? Við séum að hafa miklu meiri áhrif aldrei við gerum okkur grein fyrir, sko. Mér finnst það svolítið skemmtileg pæling að vegna þess að, sko, við erum líka báðir á vegferð. Ég að gera alltaf aðra hluti í dag heldur en fyrir 3 mánuðum. Ég var að gera aðra hluti fyrir hálfu ári. Ég breytist. Ég spáði aðra hluti. Sný mér aðra hlutum. Já, þú ert alveg ómissandi púsl í myndina, sko. Takk fyrir það. En þá kem ég aftur að þess sem ég sagði á hann. Sko, okkur hættir að gleyma hana bleinu og þess vegna fyrir að tala genakára. Að, manstu, tókst eftir ég var að tala með stjórnmálin. Sjálfstæðisflokkurinn núna klofinn í Viðreisn og Sjálfstæðisflokkinn. Framsóknarflokknum var splundrað í 1000 mola fyrir viku síðan. Samfylkingin klofnaði í 2 í síðustu kosningum. Þetta að gerast út allt, að fólk innan í elitunar að missa áttir. Já, ég reyndar, sko, já, ég svolítið mist núna.
Sko, þú veist að þegar að stjórnmálaafl eða stjórnmálaafl hafa ákveðna aðferðafræði, taktík og hæfileika til þess að stýra á kosningabaráttum og alls konar berjast við innanhúsamál og fleira slíkt, þegar svo þekkingu virðist allt í einu bara gufa upp og þeir eru bara, sko, ég hef ekki viljað segja þetta alveg strax, ég held að þetta Panama-mál og meðan Sigmund sé spuni sem hann jafnvel hluti af sjálfur, sko. Það alveg hugsanlegt. Og sko, þess að svo mikilvægt að fólk lesi hugsanagang þeirra og fræðin þeirra. Þess vegna ég alltaf að birta á Frelsi TV alls konar, þú veist, ef að menn ekki, við verðum að fara að loka þessum þáttum og bara ef að menn ekki búin að svara spurningum þetta sem við höfum verið að birta, þá bara fá þeir ekkert að horfa á þáttum fyrir búin með prófið, sko. Að það þetta, sko, problem reaction solution, sko, og hinn rísandi Phoenix, sko. Já. Að þeir eru að brenna allt þetta drasl viljandi, sko, til þess að taka þetta stökk yfir í The New World Order eða yfir í þessa sameinuðu þrjóta dæmi, skilur. Já, ég sé alveg þá pælingu og þetta sem vorst að tala upphafi þá, köfunarinnar hvað að gerast með landið mjög góður punktur. Ég sé þessa punktar líka, við túlkum kannski ekki alveg á sama hátt og við erum ekki að lesa svona punktar en við sjáum þetta báðir, við erum búin að horfa á þetta lengi, við erum oft búin að vera að velta þessu fyrir okkur. Ég veit að fleiri að sjá þetta. Það fullt af fólki sem að við eigum, eins og djúpkafanir eiga ákveðna fastan fylgjendur. Bara, þú veist. Já, það búið að vera svolítið traffík í kvöld, mér sér. Þannig að greinlegt að það sem við erum að tala að hafa einhver áhrif, sko. Já. En ég vil samt hafa að við þurfum að muna þetta að elitan ekki sjálfur þessi samkvæm af því hún búin að missa aðalleiðtogann. Já, en það annað sem ég ætla að segja þér og svarar kannski þessu með að nú Axel farin í pólitíkana og þar með að komin yfir móðuna miklu pælingu, sko. Hann gengin yfir, ég hitt ekki liði. Já, að það sko, ég náttúrulega, þú veist að ég tek ekki svona move öðru svona að hugsa töluvert mikið strategíur, sko. Já, en þú veist að ég að stríða þér. Já, ég tek þetta ekki til mig. En málið það, sko, að þegar þessi öfl eru að búa til kaosið til þess að geta komið nýja orderinu á, þess að order out of chaos, að það sem einn vinkillinn á því ég samþykti það að setjast á þennan lista með þessu fólki, sko, sem þarna, að þegar að kaosin kemur, sko, þá mjög mikilvægt að vera tilbúin með alls konar pælingar, sko. Eins og með þetta að auðlindunum sé skipt á jafnmarga hausa og í landinu og það sé flutt með samgönguráðuneytinu. Hvaða auðlindum? Fiskauðlindirnar og rafmagnsauðlindirnar og náttúruauðlindir landsins. Að sko, að þegar allt hrynur þá mjög mikilvægt að einhver sé tilbúið með svona pælingar sem, eins og allir með greiðsluverkfallið. Ef að menn hefur bara farið í það 2009, þá væri allt önnur staða uppi, sko. You don't see the light. Nei, það getur verið. Eða my future is so bright, I have to wear shades. Var ekki eitthvað sem sagði það? Náður þessu? Nei, hvað? Þú þarft að vera að horfa á djúpkafanir. Já, þetta þú veist, þetta ofboðslega einfalt. Þetta rosalega einfalt. Þegar, ég lenti á ofboðslega skemmtilegu svona mystísku mómenti fyrir nokkrum dögum. Og þú kannast við svona þegar maður verður fyrir svona mystískum
svona ljómunum sem erfitt að grípa. Það svona kemur moment og svo það farið. Já. Og akkurat í momentinu þá sástu eitthvað ofboðslega skýrt. Og þegar momentið farið, þá getur ekki séð það aftur, en þú manst að þú sást það. Og það orðið eins og þegar Páll Postuli sagði, sko, nú sjáum við eins og í þoku, þegar það kemur sjáum við skýrt. Þetta svona eins og, ég fekk svona mómenta sem ég sá mjög skýrt. Málið að við höfum nú oft rætt þetta með að kljúfa Rauðahafi og þá pælingu og þú veist skoðun mín á því að líklega hafi Exodus verið öll Exodus sagan verið spádómur eitthvað sem ættir að gerast. Eða spádómur eitthvað sem alltaf að gerast. Já. Og ég er svona ekki alveg viss hvort að ég bara á annarri skoðunin eða báðum. Og mér finnst það fínt, sko. Mér líður alveg ágætlega með að hafa bara svona Nikola Tesla electricity á milli puttana á mig, sko. Með það. En í nokkur ár, síðan ég fór svona að byrja á mínum andlega aktivisma, þá hef ég reglulega svona spurt út í tómið eða eitthvað, hvað fjall Guðs? Já. Ég auðvitað hef ég náttúrulega, þú veist, ég hef verið í kristnu söfnu og ég veit alveg hvað þar sagt að sé fjall Guðs. Og það þannig með alla trúarsöfnuði sem eru kristnir eða gyðinglegir, að þeir þykjast vita hvað fjall Guðs. Og hafa mörg orðum það. En ég hef sérstaklega síðan 2012. Ég er hér á Mayday. Þú veist, að eitt af því sem ég neita mér þegar ég er að tala sjálfsblekkingar og allt þetta. Þegar ég sé eitthvað, þá neita ég mér að setja merkingu á það. Svo svolítið svipað eins og ég hef talað varðandi chemtrails. Ok, það kom hana flugvél, það var eitthvað skrítinn strókur út úr mig. Punktur. Ég túlka það ekki. Ég gef enga túlkun á það, þegar ég veit meira, ég vil vita meira. En ég vil ekki, já, þú veist hvað ég veit. Og með í trúnni, þá ger ég þetta. Sumt sem að ég til dæmis hef fattað að væri lost in translation, hef ég fattað út af þessu. Þannig setning, hvað merkir hún? Punktur. Ég er búin að varpa ára spurningunni, ég þarf ekki svarið. Svarið kemur bara, einn daginn. Það þegar þú þarft svarið, svo þú ferð að hengja merkingu á það. Og þetta hefur verið sem sagt núna í svona 4 ár sem ég reglulega sagt í sjálfum, hvað fjall Guðs? Hvað átt við þegar Móse gekk á fjallið og enginn mátti fara á það nema þeir voru hreinsaðir. Hann mátti til þess taka Aron með sér á fjallið á hverjum tímapunkti. Og ég veit þú oft minnst á að þú ákveðið merkingu á fjallið og það bara gott mál. Veitu hvaða merkingu var ég með á því síðast? Mamman ég var ekkert að hlusta þig. Ég var bara Pétur að koma stað aftur. Ekki fjallið bara pile of shit? Ok, ég meina þú veist, ég náttúrulega að tala einhverja upplifun sem hefur merkingu fyrir mig. Já, ég veit. En ég sagt bara og var eitthvað að hugsa býtu hvað fjallið? Og allt í hennu sá ég það. Bara í smá moment, þá sá ég ofboðslega skýrt hvað fjallið og ég upplifði að ég væri sjálfur á fjallsrótum, kominn svona fyrstu skrefin upp í hlíðina. Og akkurat í því momentinu skildi ég fjallið, algjörlega hvað það En það sem að sló mig mest var, ekki bara birtan á fjallinu, af því hún hafði svolítið mjög sérstakann blæ, heldur, á momentinu sem ég var þar, vissi ég að það ekki hægt að lýsa því. Og þetta var eina bestu mystísku stundum sem ég hef upplifað bara í mínu lífi. Ég mun aldrei geta gleymt þessari stund, held ég. Því að þessu upplifun að vera komin á fjallið og sjá hvað fjallið og ekki geta sett það í orð var einstök upplifun. Og þegar við það er svolítið gott að nota þessar fornu myndlíkingar, menn við sjáum að það fyrir 3, 4, 5.000 árum þá voru menn að nota myndlíkingu fyrirheitna landið, Rauðahafið, Faró
Hvað er faró? Hvað er faró annað en myndmerking fyrir valdstjórnina og trúarbræðarstjórnina? Þetta var heimsveldi, þetta var eina heimsveldið í 4.000–5.000 ár. Já, já. Ofboðslega tákn þrungið. Alveg eins og í dag, það er heimsveldi yfir öllum heiminum í dag. Putin og Obama eru bara 2 drengjabrúður á sama sviði. Já, nákvæmlega. Hver er munurinn á Kína, Bandaríkjunum og Rússlandi? Allt er þetta húmanistaríki. Já, já. En ég man hérna eitt vinkill á fjallinu hjá mér var sko í dæmissögunni sem ég gerði fjallið, held að það hafi verið Guð góða Guð, að hérna þetta hafi bara verið eldfjall sko. Jú, og þegar það gaus einhverju sinni þá sagði séra Jón, heyrðu, þetta var Guð sem að prumpaði hérna upp á jörðinni. Eða sérst eldbók, eða veist, ég held að það hafi verið náttúru atburður sko. Og svo metafóra virkar líka. Það er einmitt það sem ég er svo hrifinn af með andleg rit, eins og með biblíuna eða kóranin eða hvaða rit sem það getur verið vetabækurnar. Þetta er allt andleg rit, þetta eru metafórur og þær ber að skilja þannig. Já, þetta er eins og ég er ofta að velta fyrir mér hérna. Það reyndar brýnir mér rosalega að vera að díla við harmagetunar. Það eru mjög gaman að því sko. Og það er oft, ég lengi að reyna að búa til eitthvað til að svara þeim sko. Já, og þú stendur þig mjög vel í þessu. Ég dáist alveg af þessum glímum. Já, þannig að ég stundum að reyna að búa til dæmisögur áður til þess að vera reddi með þá sko. Og það ein dæmisagan er til dæmis sagan 9 fötum keisaran sko. Að sú ævintýra saga hefur mjög góðan boðskap sko. Og ef að ég væri að segja til þess að harmagetunum þessa dæmisögu og þá myndu þeir spyrja hvað heitir keisarinn? Ég veit það ekki. Já, þá er ekkert að marka þessa sögu, þú veist ekki hvað hann heitir og hvað hann á heima. Ok. Já, en þetta er svona dæmisaga, skilur. Já, en hvað heitir keisarinn, skilur? Og hvað heitir barnið? Hvað er barnið núna? Hvert fór það? Veist, það bara... Þetta er mjög góður punktur. En þú varst óbeint að lýsa því sem ég ætlaði að bara bæta við. Það sem ég ætlaði að bæta við á þannig að metafóra, sérstaklega andleg metafóra, spiritual metafóra, hún er einskis nýt nema hægt sé að túlka hana á fleiri en einn hátt. En þeir sem eru í hinum innprentaða heimi, hinum stöklaða heimi, þeir krefjast þess að hver einasta metafóra sé einn túlkaður sannleikur. Og þá er þetta, hvað heitir keisarinn, hvar var hann, þannig fyrir einna landið, svona var þetta, svona átt að vera, og þú veist, og maður nennir ekkit svoleiðis, sko. Já, náttúrulega fólk sem er bara á eina bókina lært fær náttúrulega alvarlegt disassociation kast eða fréttir að það sé til önnur bók, bara önnur bók? 5 bækur? Nei, come on, sko. Bara... Já, það er svolítið gaman að ég hef kannski sagt þér þetta áður, það var ein stelpa sem ég þekkti einu sinni, hún ég man ekki hvernig á því stóð, hún var að segja mig frá því, gott ég var ekki skráður í eitthvað kúrs, ég var að læra eitt fag held í tölvunarfræði, ég skráði mig í eitt fag og ég þurfti að kaupa alveg fóktýra bók. Og hún segði mig, af hverju er að kaupa þessu bók? Og því að þarf þessa bók fyrir hennar kúrs, segi ég. Og hún segir, ég hef aldrei keypt bækur. Og hún var þá búin að klára viðskiptafræði og eitthvað fleira í háskóla, hún var líka búin að fara í tvö mismunandi fög og eitthvað. Ég segi, bíddu, hvernig þú búin að vera í mörg ár í háskóla og aldrei keypt bók? Hún segi, jú, þegar kemur bókaskráin, þá tekka ég á því, þú veist, þá les ég mér til bókina, bara til þess á Amazon, það var alltaf, hún getur fengið lýsing á bókunum, þannig ég veit hvað ég verið að skrifa hana. Síðan googla ég hverjir hafa skrifað samskonar bækur, kannski aðrir höfundar sama efni, og fer og tek þær á bókasafninu. Það er sama efni í báðum. Þannig að ég þakka þessari góðu stelpu fyrir að hafa komið mér að það sporið.
En heyrðu félagi, ég orðinn svolítið þreyttur. Ég Já. eina sem að konan bauð í matinn var brjóstamjólk, þannig að ég þurfti að elda. Og það svona einhver einhver gæðahalli á því. Já. Við þarfum að fara að elda sjálfur. Já. Og maður er náttúrulega vanur því að fá svona bara svona lúxusklassa mat, sko. Já, gaman að fá þau bæði mæðginin í útsendingu. Já. Hún misti svolítið áhugan á Cooking Channel þegar komu bara 15 cent. Já. Það þýðir ekkert að hugsa það þannig. Nei, hún er alveg að hörða því, sko, no money, bara fuck it, sko. Já, það tekur tíma. You don't create blog, you build a blog. Já, hún er ekki á þeirri línu, sko. Hún er bara instant success eða bara gera eitthvað annað. Já, bara hennar mál. Já. En þetta voru samt, það sem að þið gerðu þarna saman voru fínir þættir og svona lagað vinsælt efni, en það tekur tíma að byggja þau upp. Það eru margir að gera cooking channels. Já, þetta var bara mjög gaman. Og það sem að hún á þarna vegna þess að, ég alveg að því ég hata elda og ég reyna að elda holt sjálfur, bæði þegar ég elda pulsur og bjóu, að hennar þættir voru mjög góðir miðað við svona þættir. Mjög góðir. Hún er mjög góð, sko. Þeir voru hugsaðir, skipulagðir, einfaldir, skýrir. Ég prófaði þarna eftir ísinn, ég bara prófaði að búa mig til ís og það bara, þetta er ekkert mál. Þetta er líka góður mat, þetta er hennar eigin uppfinningar, sko. Þannig að hún var alveg réttir í braut, en þetta er ekki instant money, sko. Nei. Hún er mjög hörð þannig, sko. Hún er miklu harðar en ég þannig. Ef það er ekki peningur, þá bara... Já, hennar mál. Já. Ég ætla ekki að gagnrýna það. Nei, hún er bara sín típa, sko. Já, hún vil hafa tekið af cooking-vídeó svo Axel ætlar að fara úr ríkisþingi. Já, ég ætla nú að svara, það er svo óvanalegt að koma hérna menn undir nafni á bloggi hjá okkur. Elmar Örn Gunnarsson spyr, er búið að ákveða fyrirfram niðurstu kosningana þann 29. Það er alveg ljóst að Dögun fær 3,3%, það er búið að ákveða það. Og það er búið að ákveða niðurstöðu kosningarnar, já. Ég mér þess að gert heila þætti það, hvernig það er gert. Það er kallað út, það er ekki talið út, sko. Já, ég hef engu við þetta bæta. Nei. Þetta er algjörlega þín fræði. Já, en ég vil hvetja þig áfram bara í að gera vídeo. Ég er alveg háður þessu, sko. Já, ég er eins og sér, ég er svona pínlítið, það er eitthvað þreyt í mig núna. Já, en Ég sé ekki alveg tilgangin yfir að þessu. Mér finnst ég verið búin að segja allt sem ég hef að segja. Já, það er mjög skemmtilegar og gaglegar þessar analýsur sem þú ferði í, sko. Það er að hafa hjálpað mér rosalega mikið, sko. Eins og með ferðina með dokument skjalavaldið. Já. Og svo náttúrulega allar þessar pælingar okkar í kringum helförina. Já. Það er gott að hafa einhvern, skilur, já. Orðtennis eitt, sko. Já, algjörlega, og mér finnst þetta mjög mikilvægt, sko. Ég er alveg sammála því eins og ég var að skrifa þetta í dag. Maður fattar það ekki, það var eitthvað að hugsa þetta bara fyrir eitthvað viku síðan, ég sagði, djöfull er ég nú fegin, ég mikið og ég er að gagnrýna allt og alla í kringum mig og líka þá sem eru að vinna með mér, eða eru með samhliða. Hvað áttu nú mörgum að þakka, hvað áttu mikið að þakka þeim sem eru með sínum orðum að styrkja þessi þú ert að gera. Og við gleymum þessu, eða ég allan. Já, nei, það er sko, það er, við erum náttúrulega báðir búin að átta okkur á þessum pingpongi fyrir langa löngu, sko. Já. Sko, það sem að bánsa á milli okkar er að styrkja okkur báða, sko. Já, alveg klárlega, það er engin spurning. Ég er búin að fá mjög mikið út af þessu svona
óopinbera samstarfi, sko. Já, og það kemur tilbaka til mín líka það sem þú ert að gera, sko. Þannig að ég endurgjeldir hrósið sem þú setti fram. Ditto. Takk fyrir það. Ditto. Ditto. Þannig að jú, það bara gaman að þessu. Að því líka byrjaður að sjá hvað þetta sko, ég held að það sem ég hef líka fattað í síðustu viku, þegar ég var að hugsa þetta fyrir nokkrum dögum, ég hugsaði, rosalega það nú óvenjulegt hvað við tveir erum að gera. Ekki bara hérna á landinu, heldur í heiminum öllu. Og við verðum þakkláttur fyrir það að þetta að gerast. Ég meina, en það eru, ég bara núna reyndar, sko, það mjög stutt í að vera dreipið rosalega mikið í Íslendingum, sko. Ég vona að það rangt fyrir þig með það, en veist, ég bara að sjá, sko, fyrir 5 árum, ef ég fer aftur á bak til ársins 2009, af því ég var að byrja að þreifa mig áfram 2010, ég byrjaði að fullum kraft 2011, þú byrjar með Frelsi TV 2013, ef ég fer aftur á bak til þess tíma sem hvorugur okkar var að gera eitthvað, þá sé ég hvað það var enginn að gera svona áður við byrjum. Nei. Og ég sé hvað það hefur breytt miklu fyrir okkur báða að það verið að gera svona, það sem við erum að gera. Ég veit ekki eins og hvað við erum að gera. Ég veit það ekki eins og. Ég kannski, þetta svona sýn sem að trúaraðilar skilja, sko. Sko, ég átta mig á því, ég sé það bara á uppstillingunum sem í gangi, að það verður hreinsað gríðarlegt magna fólki út úr íslensku þjóðfélagi. Ég kaupi það alveg. Ég átta mig ekki alveg á því hvort það verður drepið á staðnum og grafið í íslenska jörð, eða hvort það verður flutt úr landi. Bara eins og og hérna, ég átta mig ekki á því hvort það verður reynt að snúa fólkinu eða hvort það verður bara drepið. Já, ég ekkert endilega viss að það skiptir máli hvort heldur Við erum báðir nokkurn veginn vissir, ég held að við séum nokkurn veginn sammála að Tyrkjaránið var ekki það sem okkur sagt að þessi. Það lega að segja. Og þú veist, ég segi að þetta var plott til að fjarlægja ákveðið nafngreint fólk á landinu. Ég hef ekki heyrt neitt taka undir með mér að það hafi farið fram hreinsun 1809-10 eftir Jörund. Og ég hef ekki getuna til að rannsaka það sjálfur. Ég alveg sannfærður þetta, sérstaklega eftir ég var að lesa úr Aldirnar okkar daginn. Ég tók 5 eða 6 bækur af Aldirnar okkar og var að blaða í það. Mjög gott. Og já, ég setti þetta sviptaði í vídeo og maður bara svona til þess að benda fólk á að það væri hægt að svona kíkja á þessa hluti, á svona varpa kastljósi á hluti á annan hátt. Og þar var ég að lesa svo mikið Vestmannaeyjar, ég alveg sannfærðist um kenninguna mína um Tyrkjaránið. Sérstaklega þegar ég rakst á það að skipstjórinn var hollenskur. Alinn upp í Hansakaupmannaveldinu. Ég bara, what? Danska Indíafélaginu. Danir og hollendingar á þessum árum höfðu gríðarlega mikið samstæðu. Ef þú eyðir nokkrum dögum á Hollandi, það alltaf verið að segja að hollenska sé svo lík þýsku, hún miklu líkari dönsku. Og það sama beygingakerfi eins og í enskunni, en óbóðslega mörg hollensk orð eru bara eins og beint upp úr dönskunáminu. Eini munurinn sko kokhljóðið, öðruvísi. Já. En hérna, það skiptir svolítið máli að ég meina, þetta verður gert væntanlega með einhverjum vírusasögum eða þeir eru náttúrulega að drepa fólk núna á spítulum, sko. Já, það ljóst. Það gríðarlega mikið af fólki sem drepið nú þegar. Já, nota bene, það hugsanlegt að gera svona notary document hvað má gera við þig. Ég veit að það hægt að gera varðandi sko með að benda á í sumar. Þú getur farið til sýslumanns og skert notary document yfir til dæmis ef þú vilt ekki láta greftra þig útförin að það fara með kirkju. En það hægt að læra rosalega vel þetta á
bókinni sem þú benti mér á, Skálkaði í skjóli Hitlers. Já, hún er góð. Þar eru módelin, sko, og þar voru allir þessir aðilar inni, IBM sem nýherji, sko. Já, Og lyfjafyrirtækin öll sem eru með puttana á Íslandi. já. Og sem Og eiga allir núna líka alla matvælaframleiðsluna, sko. Og allir helstu geðlæknarnir sem að unnu í þessum mannræktarsamtökum, bæði í Þýskalandi og svo einnig í Frakklandi og Englandi, þetta voru allt menn sem voru fasistar og bjuggu til geðlæknisfræðin eftir stríð. Já, Það sýndi fram á þetta allt. Já, voru fluttir til Ameríku og Ísrael í gegnum paperclip. En hérna, sko, fyrir mér í dag þá eru orðin svo rasisti, fasisti, kommunisti, allt þetta. Þetta er álíka mikil vísindi í mínum eyrum og prump. Sammála. Að þegar ég heyri fólk vera að rífast rasisti, fasisti og kommunistar, hægri vinstri stefna og blá. Þetta er bara svona eins og fullt að liði bara prumpa, skilur. Já, það er að því. Þetta er bara svona einhver svona prumpkeppnir, sko. Og þannig að ég er eiginlega alveg hættur að nenna, eða svona, já, nánast hættur að nenna að vera með í prumpkeppunum. Ég er alveg nóg að prumpi sjálfur, sko. Maður vídeóar bara. En ég vildi samt segja, sko, eins og þetta, ég veit til þess að ég er ofta erfiður með fólki sem talar um mig og skrifast á mig og sendi mér athugasemdir og annað. En það er bara svona partur af því sem að ég er líka erfiður við sjálfan mig. En mér finnst alltaf að koma fram svona opinberlega að ég er stór hluti af mínum styrk er út af fólkinu sem talar um mig. Þó að þetta sé allt saman vitleysingar og mjög erfiðir vitleysingar. Þegar var ég vest sem ég elskaði mest, sagði Nei, bara, þú veist, maður fær, þú veist, sumt sem maður er að pæla, maður er ekki eiland, sko. Já. Þú veist, það er fólk sem er að tala um hann, benda mann á hluti, koma með uppástungur, spyrja, þú veist, og sem færir mann til að pæla þessi hlutum og það heldur tannhjólunum gangandi og, þú veist, og maður er ekki einn upp á vindahæðinni. Já, reyndar þessi grófa sandpappirs stíll okkar gagnast mér mjög vel, sko. Já. Ég er nú nálgast held í 1000 vini á Facebook og það er töluvert af fólki sem er að senda mér punktar og pælingar, sko. Já. Og ég er mjög þakklátur fyrir það, en ég svara mjög hvasst ef að fólk er með eitthvað helvítis kjaftæði, sko. Já. Og með því að vera grófið sandpappirinn, þá spara maður sér alveg svakalega mikið af vitleysu. Já. Og ég hef bara ekki tíma í það, hreinlega. Nei, ég segi það saman. Þú veist, bara heilasellunar á mér eru bara busy, sko. Þú veist, ég hef engan tíma í, og veist, og menn, og mér, ég meina, ég get alveg sendt mönnum smysl til þess að reyna að lækna þetta, eða veist, það er eitthvað sárir eftir þetta, en sko, það er þá líka gert með því að menn þá bara mennti sig betur og komið það bara aftur af einhverju viti, sko. Já, það er mín skoðun, ég meina, ég hef enga tíma til þess að vera í einhverju sálgæslu fyrir einn eða vinna heimavinnu fyrir aðra, þú veist, fólk verður bara að vinna sína heimavinnu og opna sína reynir ásynir og allt það, en ég er bara svona smá væmni, þú veist, segja, þú veist, ég sé erfiður við fólk sem að styrkir mig og þá kann ég alveg að meta það maður er ekki einn á vindahæðinni, sko. En, ég held að þetta sé reyndar mjög góð hugmynd, eins og við höfum rætt stundum báðir, að setja inntökuskilyrði í þennan fasa að fólk sé með sína eigin YouTube-rás. Já. Að þeir séu eitthvað, veist, ég veit það ekki, veist. Fólk sem eru náttúrulega að leita hérna inn til þess að fá eitthvað stuðning til þess að byrja og fara á stað, sko. En ef þú getur ekki gert 10 vídeó með einhverjum vitræðum pælingum, þá hefur ekkert að gera. Eina leiðin til að læra að synda er að henda sér út í. Já. Það er bara þannig. Og já, þannig að ég veit ekki alveg hvað. Og vinna heima unna sína. Þegar leiðu sér það og það endurtaka sama hlutin í sífellu, kannski við margar vikur, þá ertu ekki að vinna heima unna þín. Þú ert ekki að skrifa þig frá þessu.
Og það og ég nenni ekki nánu samstarfið fólki sem ekki næri að losa sig úr hjólfari. Af því ég vil losa mig úr mínu megin hjólfari. Já, við erum á ákveðinni ferð, sko, og það er... Við vitum báðir nákvæmlega hvað við erum að gera, sko. Þannig séð fólk verður bara að virða það að við séum grófir sandpappirar og það er selt í öllum apótekum svona júrsmist, sko. Þannig geta bara... Þetta er bara, ég hef sagt við fólk, verið ekki að skrifa mér, ekki vera að hringja í mig, ekki vera, þú veist, ég er að gera vídeóin mín fyrir mig. Ég er að skrifa greinarnar mínar fyrir mig. Ég er ekki að þessu til að fá athygli, ég er ekki að þessu til að fá aðdáun, mér er saman þó ég fór gagnrýni, ég er ekki að fara ég er ekki að fara að sofa hjá áhorfendum, sko. Eða viðhlæðendum. Nei. Ég elska minn mat, ég fer út að labba með hundana mína. Nei, þú veist, ég er ekki að þessu til að búa til uppvakningu sjálfum, sko. Nei. Svo ég á sko laugardags- og sunnudagsmorgnum á sluttfyllir í þess ár, þá rignir inn, sko. Já. Það er bara að tala samsæriskenningar, sko. Já, maður sér sumar sem skrifa manni eða koma með athugasemdir sem eru greinilega í helgargirnum, sko. Já. En veistu... En fólk verður bara að taka því eins og það er, sko, og við erum líka báðir meðvitaðir það sem við erum að segja og bera fram getur bjargað hlutum, sko. Já. Og eins og líka annað að þó að maður sé kannski svolítið grimmur og hvass maður er, líka við erum að berjast í ákveðinni baráttu sem að útheimtir ákveðin styrk, ákveðin kjark, ákveðin áreitni og líka þol út af blautum bortuskum sem maður fær í sig og skýrslettu. Og það er ákveðin skrápur á manni og maður hefur bara takmarkaðan tíma til þess að spá í hvað hver og einn er að gangi í gegnum. Og það er bara, þú veist, þetta er ákveðin svipagöng, það sem maður er að gera. Og mér finnst, ég get alveg sagt, eins og að tala með þetta, fólk sem komi inn á YouTube-brásina, þú veist, þetta er eins og, þú veist, fólk skilur, sko, þegar fólk er ekki farið að gera eitthvað sjálft. Þú veist, þá er ég ekki að tala, þú veist, Facebook-póstar tel ég ekki með. Ef þú ert ekki að blogga, ef þú ert ekki að skrifa, ef þú ert ekki að gera vídeó, ef þú ert ekki að gera hljóðupptökur, þá ert ekki að framleiða neitt. Þá ert ekki að vinna heimavinnu. Og þegar, sko, það var, þú veist, nei, ég veist svo mikið við að bæta, en ég var komin að fá skoðun í sumar. Ég hef oft verið að hugsa þetta, svolítið á svipuðum nótum og tala um á. Ég sagði, veistu það? Við stofnum bara VIP-klúb. Bara, þú veist, leynifélag. Já. Og ég sagði, ertu ekki að vinna gegn slíku? Og ég sagði, segir hver? Ég gerir bara það sem ég sýnist. Ég er ekki leynipókast með neitt, sko. Ég er ekki að svindla á neinum, ég er ekki að svíkja neitt, ég er ekki að ljúga neinum. En það er líka, sko, ég meina, fólk þarf ekki annað en að horfa á allar þessar byrjunarhátíðir og ólympíuleikum og þannig sörngöngunum og þessi, það er bara á display, djöflagangurinn, sko. Já. Og þetta sem við erum að gera líka, og það held ég að næstu engin skilji nema við tveir, eru andlegir hælar í hjartað orðinni, sko. Já. Að Ég veit að þú veist nákvæmlega hvað ég er að tala um, en það sem við erum að setja fram hérna er hluti af andlegu stríði, sko. Og eins og þetta með Unum Sandum hérna frá 1320, að þar sagði Páfinn, sko, Boniface sagði, sko, að ef að þess er ekki mótmælt, þá er þetta viðurkennt, sko. Já. Og við erum að setja fullt af svona, við erum að messa upp fíneríð, sko. Já, og þessna segi ég líka þegar ég segi ég er að gera fyrir sjálfa mig, ég er að gefa vitnisburð fyrir sjálfa mig og menn ég er að lappa út úr Egyptalandi. Já, nákvæmlega. Það er mín metafóra.
hún virkar. Mhm. Þannig að hvert einasta vídeo og það bara ein drullu sletta sem að þú á mér. Já, já, og sjálfsögðu erum við líka þessu bara fyrir eigin sálar heil, ég við kynna það alveg. Þannig séð, ég meina. En hvernig líst þér á að kallaði mig hér eftir Axel Hvítakrist? Það alveg sálskulust. Ætlar að skýra mig, kallið minn? Nei, ég skýra engan. Menn skýra sig sjálfur. Já, einmitt. Ég sá enga dúfur undir. Já, það bara, þú voru að túlka þá metafóru eins og þér sé endast. En er í lagi að nota STP? Mér sama. Já, mér alveg sama. Eða þarf maður að nota ólífólíu, veistu það? Ég ekki. Nota maður STP-olíu eða ólífólíu? Bara whatever makes your day. Bara það sleipi efni sem hendar, það bara það sem auðvelda bossanum að renna sér eftir sleipinni, sko. Einmitt. Já. Það er bara, ef maður allir út að það er í sleipinu, þá maður að passa það að þetta ekki. Maður renni ekki rassinn, sko. Já, það er gaman að þessu. Já, herðu, ég fyrst að ég var svona vitlaus að hafna þessu tilboði móðumjólk, þá er ég eiginlega bara að fara að hætta, sko. Þú voru bara elda. Já, ég þarf að elda mig líka. Já, ég þakka æðislega fyrir. Þetta var... Sömuleiðis. Þetta var góð köðun. Já, það er bara því þreyttar og orkulausari sem við erum, því betri eru kafanirnar, sko. Já, ég svaf ekki til nótt. Nei. Ég ætlaði nú líka að taka, þú varst búin að samþykkja, hvað var það helgina? Þá þurfti ég að fara að gera eitthvað annað, ekki? Já, ég er búin að vera bara ekkert með sjálf mér í smá tíma. Ég er svona í ykkur live. Ég er það ennþá, sko. Það er náttúrulega haust núna á haustlæðunar. Já. Eða haustpestarnar eru. Já, líka þetta er bara svona ákveðin endurmatstími, sko. Já. Ég er búin að vera á rosalegri fart núna í 1,5 ár með þessu ensku vídeóum. Núna er komin svona ákveðin svona dífa. Og þá er endurmat og hvað er ég að gera, hvernig er ég að þessu? Er komin kannski kaflaskipti, gera eitthvað öðruvísi, gera eitthvað annað, veit það ekki. Og hvað þá? Já. Ég er reynd að finna ákveðna löngun hjá mér að fara meira inn í predikunina og biblíufræðin, sko. Kveikja aftur á Super Jesus Channel, sko. Ég var að spá í það eitthvað tímann undir hausti, sko, en svo lagði ég það á hillun aftur. Ég var að spá í að ég myndi hætta að gera dagleg vídeó og frekar að fara að gera, sko, glósur. Það er að segja, þá myndi ég bara gera upptöku í audiofæl yfir vikuna og svo laugardegi hreinsa þær til og gera síðan heimavinnu. Þú veist, gera heimildavinnu. Þú veist, fáa þetta svolítið. Svo ég segi, nei, James Corbett er góður í því. Já, Er það frábært vídeo sem þú póstaðir þarna frá honum, þar sem hann var bara alveg furious. Já. Hann er reyndar í þessu Sibyl Edmonds dæmi. Já, hún finnst hún svo sæt. Hann er svolítið skotin í henni. Þetta er sexy stelpa, ég meina, þú veist, guð minn góður hvað hún getur talað. Ég bara hræddur að það eftir að vera Fallout, sko, eins og þú hefur séð náttúrulega með hann Kevin, hvað heitir hann með? Ken og Keith. Já, ég reyndi að sá í gegnum hann strax, sko. Já, ég gerði það ekki strax. En ég ætla að tala eitt þarna í sambandi við crosstalkið, konuna þar. Já. Sko, þetta White Helmet, sko. Já, þeir eru búin að vera mikið að koma upp á yfirborðið. Ég fór Nóbelsverðlaun. Eitt sem ég ætla að gera, ég ætla að biðja þeim að taka þátt í smá samkvæmisleik. Ég ætla að vídeóið á þér. Segðu mér að fyrsta sem er dettur í hug þegar ég segi eftirfarandi orð. Agent. CIA. Double Agent. KGB. Triple Agent. Sionistar. Quadruple Agent.
Brasilia. Ok. Það kom Brasilia. Sko, þegar ég var að horfa á þetta, þegar ég var að horfa á krosstakin, þar sem ég var að tala við þessa dömu þarna sem var að tala hvítu hjálmana, sko. Hún MI56, þessi kettling, þetta MI56 kettling, sko. Já. Og hún fór í Gaza Zoo til þess að læra hvernig þú drepur fólk á faglegan hátt. Já. Bankiði skotti á sölku. Já, góð leið. Og þessi skora fólk að horfa á þetta crosstalk og að því að hún að það mjög áhugaverður spunið hann í gangi þar sem að hún að expósa hvítuhjálmana, sko. Já. Að þetta eru hryðjuverkamenn sem þykjast vera hjálparverkamenn. Já. En þarna vísindin, problem, reaction, solution, að þeir eru alltaf að leita solution í að bara bombum þessa anskota til helvíti, sko. Jú. Og þannig bara verið að þetta mjög sophisticated psyop, sko. Já. Þið skoraði aðeins að pæli. Já, ég pæli mikið í þessu og ég get sagt þér að það búið að vera að mótast í haustum á mér í nokkra daga. Vídeó sem ég svona nánast búin að gefa titilina sem að svolítið tengist ekkert óskyldur pælingum. En samt, ég veit ekki hvort það muni, af því ég mun ekki tala það endilega Sýrland, sko, en hvítuhjálmana, en það svona ákveðin pæling sem að þróast í haustum á mér. Ég veit bara ekki hvernig ég kom orðum að henni ennþá. En sama annað, hún sko, það annað sem að gerast núna, sem mjög spennandi. Og ef einhver drullaðist til þess að fjármagna þessa starfsemi, þá myndi ég sennilega gera heimildamynd það, sko. Að það þetta sem við höfum verið að expósa í sambandi við helföruna og lygar seinni heimsstyrjaldarinnar. Að ef þú horfir á núna þegar Samantha Powers kemur og sakar sýrlensk stjórnvöld að gera allt sem þeir eru að gera, sprengja spítala, double tap og allt þetta. Ef þú skoðar núna áróðustríðis og lyga klessurnar sem eru afsannanlegar, það bara blasir við, það verið að ljúga og tekur það sem sko frame eða módel og berða saman við lygasögur seinni heimsstyrjaldarinnar, þá sérðu, já, heyrðu, þetta nákvæmlega sama PR-taktik eða áróðustaktik sem verður að nota. Já, ég sé þetta mjög skýrt. Mjög skýrt. Og það mjög gott, sko, fyrir fólk að taka eitthvað sem það hefur áhuga á. Ég tek síðar heimsstyrjöldina því að ég náttúrulega, þú veist, líka á þeim aldrei, sko. Já. Þú veist, ef ég 13 ára, þá ég, 1980, þá heimsstyrjöldin ennþá fersk í minni fólks. Verið að gefa út bækur hana, maður las hana. En þeir sem eru, þú veist, núna 2016, sem eru, þú veist, 20 til 30, þeir muni eftir 9/11, sko, og Íraksstríðinu. Það gott að taka eitthvað, þú veist, eins og við sjáum bara á netinu, hvað margir uppteknir af 9/11, opbúslega margir. Og það var eitthvað annað líka síðan á húsum daginn, ég man ekki hvað það var, sem ég var eitthvað svona, ákveð af allir svona áhuga á þessu, það var, en þú veist, maður taka hvað sem ég meina stór hluti Íslendinga bara leið og segir Guðmundur og Geirfinnsmáli, þá, já, býttu, hvað með það, þú veist, menn á áhuga á þessu. Já. En þú veist, takt eitthvað sem þú voru áhuga á og greindu það, náðu því allt sem þú færið með og móti og farðu onni það, þá til þú sérðu að það eru 3 hliðar. Þú veist, og notaðu það módel. Þú veist, ég get notað helfaramódelið eins og þú ert að lýsa og áróður síðari heimsstyrjaldar. Ég sé þetta endurtekið í Íraksstríðinu, ég sé þetta endurtekið í Sýrlandi, ég sé þetta á organ harvesting, og sér sömu módelið. Þú sér, með fölsku fána hefur verið tekið eftir því hvað lítið af fölskum fánum. Það allir fólki svo fljótt að sjá að gegna það núna. Þeir virka ekki, við þurfum eitthvað betra. En samt virkar. Sjáðu til dæmis, ég var að hugsa þetta bara daginn. Núna í nóvember ár síðan að hinn svokölluðu hryðjuverkur í París. Þetta átti að vera svona rosalega mega hryðjuverk. Þetta kom, þetta var expósað á 2 vikum. Það varla nokkur sem minnist á þetta frá áramótum. Ekki einu sinni í eiginleituna, sko. Varla minnst á. Sem að tengist því sem vorum að ræða áðan, hvað í raun þetta starf okkar mikilvægt, sko.
Já. Og hvað svona broadcastarar eins og við erum að breyta miklu, sko. Bara í gangi veraldasögunar og þá er náttúrulega líka vitni í alla félaga okkar á YouTube-unu, YouTube samfélagi. Já, þannig að þetta spilar líka. Ég meina, ég er að fá ábendingu í gær og út af með eitthvað sem að ég hefði verið að pæla í sumar eða vor. Fæ ábendingu frá manneski sem kommentar reglulega, kom með punkta sem að, þú veist, já, vá, frábær punktur. Við maður fá alls konar svona, eins og þegar ég var að gera vídeóð Nobel, af því mér myndi að Nobel hefði verið norskur en ekki sænskur. Ég fikk ábendingu það bara kortast. Það er snildar vídeó. Takk fyrir það. Ég var mjög ánægður með það. Já. En ég mismætti. Það er dæmi þar sem þú kemur með gullmóla, sko. Það sem að þú einfaldlega bendir á það einfaldu staðreind að þegar verið að karpetbomba frjáls ríki, þá tikkar gjaldmælirinn í Noregi. Það já, reyndar ég mismælti mig, sko, Nobel var sænskur. Já, eða í Svíaríki, þetta er nú allt sama konungsríki, sko. Já, ég nefnilega náði að segja í vídeóinu að það eru Skandinavía sem er rík út af Nobel. Já. Og ég hafði ekki dottið í hug fyrir bara mómentinu sem ég sagði þetta. En ég fekk komment bara kortir eftir ég upplótaði þessu frá strák sem er norskur sem að fylgist með mér sem sagði, heyrðu, Alfred Nobel var sænskur en ekki norskur. Já, einmitt. Og ég gerði strax textaleiðbeiningar í vídeói og sagði, já, ok, gott mál bara, en skammaðist mín alveg fellega fyrir að hafa ekki... Nei, en minor detail breytir engum. Já, veist það, þú veist, það stöndur svona tilfinningur. Já, þetta er bara eins og þegar að menn er að þú veist, maður er að opinbera eitthvað rosa mál og það var nægin stafsynningu. Já, það var ekki að vera að koma hérna, sko. Ég sofnaði alveg kvöldið, sko. En ég skrifaði athugasemd og ég þakkaði stráknum bara fyrir athugasendina og hann skrifaði svolítið neðan. Hann sagði, já, ég varð að láta þig vita því ég veit að þú vilt hafa staðreyndir á hreinu. Þú veist, allt var í virðingu, sko. Hann var ekkert þú bara, heyrðu, ég var bara að benda þér á þetta. Ég var að hjálpa þér. Ég var að taka þátt. Það er það sem ég var að segja. Sko. Já. En ég ætla að gleðja þig með einum móla hérna. Ég var spurður stöðuheiti á framboðslistanum. Ok. Og hvað heldur ég hafi valið mér? Samsæringur Íslands. Nei. Ég valdi þjóðfélagsverkfræðingur. Glæsilegt. Nú fara allar samsæriskenningur á stað. Axel Pétur Axelsson, þjóðfélagsverkfræðingur. Glæsilegt. Ekki gleyma því að núverandi forseti sem hvað heitir hann? Guðni? Ekki annars. Nei, heitir hann ekki Pipakökukallinn? Þegar sagði viðtalinu ég er skýrari Íslands. Ég laði bara, fuck. Ég var að lesa stjórnarskrána áðan út af þessu barnarámsmáli og ég get ekki lesið orðið lýðveldi lengur. Ég les það sem lýðveldi. Það er bara... Sama ég get ekki nota lýðveldi. Ég var að lesa, sko, og það var eitthvað svona lýðveldið í Íslands og ég, þú veist þú lest að það var heilin að taka upp lýðveldið það var það að taka upp lýðveldið í Íslands. Það er bara... Ég meina þú svona þetta, ég meina Sameinuðu þjóðirnir, ég meina ég segi það sama um það, Já, það líka, ég get ekki sagt Sameinuðu þjóðirnir, ég bara endar alltaf í einu. Það er gaman að sé. Já, en það er alveg gríðarlega djúpur húmor í að titla mig sem þjóðfélagsverkfræðing. Já, mér finnst það snilt, það er frábært. Við erum ekki bara góðir. Já, ég held það. Hættum þess áður en ég fór meira á hól. Já, það er besti hófi. Já.
Nei, menn eiga náttúrulega skilið það hrós sem þeir eiga skilið. Já, Við hljótum nú að fá fljótlega útlitað víkingaskildinum, það ekki? Já, við erum allavega búin að, sko, það voru allir sammála það að búa til víkingaorðu í þjóðveldinu. Já. Það er búið að gera tillögum þá til Alþingi, sem ég gerði það í vídeó. Svo ég sé bara með það tillögunar í vídeó, þá er það að laða fram. Já. Þannig að þetta er bara tímaspurs, þetta er í mínum augum bara tímaspursmál, hvenær þetta verður gert. En það þarf að gera þetta faglega. Það þarf að fá hönnuð, tillögur frá einhverjum hönnuð. Kannski væri snjallt að fleita fram tillögur bara til einhver listnema að koma með skemmtilega tillögur að útliti, hönnuð. Sem að við getum fengið. Ekki fullt af víkingaskjöldum út allt, bara taka mynd og... Nei, bara koma með einhver skemmtilega hönnuð að þjóðveldis svona víkingaorðu, víkingaskildi. Þú getur talað við Pálma, Geisla. Já, hann er bara snillur í þessu. Hann myndir að gera þetta. En það væri gaman að fá þetta frá einhverjum krakka skratta sem var í listaháskóla að spreita sig á þessu. Nei, fá bara Pálma í þetta, hann er proffið, sko. Og sjá svo bara hvað fólki líst var, fá 2-3 tillögur og sjá hvað fólki líst vel á og finna svo bara, þú veist, það getur hvaða gullsmiður sem er smíðað þetta, sko. Þetta má líka vera úr silfri, þeir voru mikið meira silfursmíðir víkingarnir. Ég vil silfur. Ekki það, ég er alveg til að fá gullið, sko. Nei, ég meina gullsmiðir, ég meina að þeir smíða svona gripi, þeir smíða bara úr silfri. Það er líka fullt að liði á víkingaháttíðinni í Hafnarfirði sem er allan daginn að smíða svona víkingastöf, sko. Já, það er til fullt af svona hópum út í Skandinavíu. Fullt af svona svipum. Já, við notum bara Íslendinga, sko, en á Íslandi þá er, sko, í kringum víkingaháttíðina, ég þekki allavega 1 eða 2, þá eru þeir að smíða mikið silfurgripi bara á háttíðinni sjálfri og í kringum hana, sko. Já, en það eru til Íslendingar í Skandinavíu sem eru í tengslum við svona hópa í Skandinavíu sem eru að gera svipaða hluti. Það er fullt af Skandinavíum sem koma. Ég meina, þú veist, Skandinavar eru ein stjórnþjóð, þó við séum líka tribes. Já, ég veit. Ég sé mig sem Skandinava, og ég sé mig líka sem Germana. Ég er náttúrulega mjög þjóðnisinnaður gaur, en þó ég sjá mig líka sem Hebúla, það er bara tribe. Ég er náttúrulega, ég held að vitir allir hvað að ég er svolítið þjóðnisinnaður, sko. Já, er það ekki alveg? Það hefur ekki farið fram hjá morgun. Ég hata rasisma. Ég held að báðir 2 sem mista því séu heyrnarlausir og blindir. Ok. Lætum það bara í friði, sko. Já, nei, þetta er ljómandi. Já, við erum góðir. Við erum farnir í bulla. Náttúrulega síðan. Salka líka þarna í dámi. Já. Það er mjög ákveðin salka mín. Hann er svo rólegur en Pétur litli, það er bara ekki engin læti, sko. Já, þú ert strax búin að ákveða nafn á hann. Já, Pétur Axel Axelsson. Já. En hvað hinir krakkarnir? Hann heitir Davíð Axel Axelsson. Og hún heitir Oddný Lára Emilía Axelsdóttir. Oddný Lára Emilía? Það er bara nafnið á henni ömmu minni, eins og það leggur sig. Og Pétur, sko, amma mín hét Oddný Lára Emilía Pétursdóttir. Þaðan kemur náttúrulega Pétursnafnið mitt. Já. Og þaðan kemur Pétursnafnið á Pétur Axel. Bara glæsilegt og bara enn aftur til hamingju með ykkur öll. Já, takk. Og bara, ekkert meira að segja, annars verð ég væmin, ég er búin að vera alltaf væmin í kvöld. Það er ljúft, þú ert að mýkjast, það er nú bara góða fréttir. Það er nú bara góða fréttir. En bara að fólk viti það er búið að vera lamaslessa á þessu automatíska skipti á milli okkar, þannig að ég veit ekkert hvort það er að reyna svona að smella á milli. Já. Hver er mynd? Ég veit ekkert það. Fólk læri bara að lifa með því. Þetta eru flestir að skúra núna, held ég. Fólk hlustar á þetta með lögin við vinnuna. En já, ég er ánægður. Ég ætla að fara út með hundar. Já.
Við heyrjumst til lagi. Takk Ok. fyrir komuna. Takk fyrir mig og góða nótt. Og við reynum að taka köfun aftur einhvern tímann. Já, ég er bara alltaf til. Já, Nema svoleiðis. þeir eru í fílu. Já, Ok. einmitt. Þá ertu bara í fílu. Ok, Við bye. heyrjumst til lagi. Ok, já, bæ. Bye. Já, ég þakka ykkur fyrir komuna, kæru hlustendur. Og endilega ef þið getið styrkið okkur félagana. Ég allavega með styrkta dót hérna undir, sko. Og já, ég þið náttúrulega vita að ég er á þessum lista þarna, þannig að þið viljið kjósa. Ekki það breytir neinu, en þessi T-listi dögunar fær hvað sem er bara 3,3%, það er ekki búið að ákveða það. Og pælið alvarlega í því sem við erum búin að vera að tala hérna með það er mikið í gangi á baku tjöldin á Íslandi. En takk fyrir komuna og Guð blessi Ísland.